Já, gott fólk. Ég ætla bara að byrja á mínútunni í þetta sinn, af því að það er eins og margt að ræða. Fólk bara tínast hér inn, en af því að við erum með þetta í streymi líka, þá er bara alveg rétt að byrja þetta á mínútunni. Vonandi einhverju sem eru með okkur hérna hjárheimum, handan við skjáina. En ég býð ykkur semst velkomin hér á Rithöfundalest. Það eru hér með okkur 4 höfundar sem eru búnir að fara síðustu 4 daga, vera hér á faraldsfæti fyrir austan. Og þessi Rithöfundalest er á Austurlandi eins og við köllum hana. Hún er búin að eiga sér stað í hátt í 30 ár og byrjaði nú eiginlega með góðu framtaki hjá Sigríði Dóru Sverrisdóttur á Vopnafirði, menningarfrömmuði, og hefur haldið velli og svona stækkað eiginlega eftir því sem að árin hafa liðið, og þó nokkuð síðan að við svona tókum það okkur hér á Skriðuklaustri að leiða þetta. En þetta væri auðvitað aldrei hægt nema fyrir stuðning frá góðum aðilum, og ég vil byrja á því að nefna styrktaraðilina í þetta sinn. Uppbyggingarsjóður Austurlands hefur alltaf stutt við þetta eftir að við fórum að sækja í hann, og Samfélagssjóður Alcoa Fjarðaáls sömuleiðis. Síðan er Síldarvinnslan búin að vera dyggur bakhjarl líka, Atlantsolía hefur komið inn, Bílaleiga Akureyrar, Gistihús á Egilsstöðum, og síðan forlögin eru yfirleitt svona áfjáð það að greiða nú allavega fyrir svona sem nemur flugfæri höfunda austur til Austurlands. Þannig að sögufélagið Benedikt og Angústúra eru núna með okkur og höfundar einmitt frá þeim. En þessi 4 höfundar sem eru búin að fara Austurlandið, það eru Rán Fliering og Jón Knútur Ásmundsson, Hrafnkell Lárusson og Brynja Hjálmsdóttir. Og ég bara heyri ekki betur á þeim en þetta sé búið að bara ganga mjög vel og vera dálítið skemmtilegt. Ég var sjálfur með henni á Norðfirði á föstudagskvöldið og það var mjög vel lukkað. En það er á nóg að taka í austfiskar útgáfu þetta árið, og svona bókun sem að tengjast Austurlandi. Við höfum hinn síðari ár, þá höfum við lagt meiri áherslu á það í Rithöfundalestinni að þetta væri líka til þess að tengja bæði höfunda hér Austurlands, en þá líka tengja austfiska höfunda við aðkomuhöfunda, svona eins og aðkomuhöfunda höfuðborgarsvæðinu yfirleitt. Og það hefur tekist bara alveg einkar vel, og stundum höfum meira að segja náði að vera bara með hreina austfiska rithöfundalest, getum við eiginlega sagt. En í dag, dagskrá verður í rauninni þannig í dag að við svona geirum þetta áfram með spjalli frá höfundum og upplestri frá þeim, og það bætast við lestina hér nokkrar bæði höfundar og aðkomendur bóka sem verða kynntar hér líka, fleiri. Og sömuleiðis ætla ég að grípa aðeins niður í hérna eitthvað af þessum bókum sem ég er búinn að raða hérna upp á Arinhilluna, sem að tengjast Austurlandi. Og við ætlum svona að klára skáldsögurnar, getum við sagt, og fræðiritin fyrir tökum okkur stutt hlé eftir það, og förum svo í barnabækur og ljóð og svona eitthvað almenns eðlis, getum við sagt, eftir hléð. Og þetta, ég ætla ekki að lofa að þetta taki ekki nema 2 klukkutíma í heildina, en ég lofa að þið verðum samt búin fyrir klukkan 4. En það er svona, það fer eftir í hvað ég verð stífur á höfundunum, en menn eru svona með sínar ordrur aðeins. En við skulum bara byrja þetta á því að ég byrja á því að segja ykkur aðeins frá skáldsögum, og byrja á því að nefna nýjan höfund austfiskan, eða við allavega viljum klárlega eigna okkur hana, Ragnhildur Þrastardóttir frá Egilsstöðum. Hún fékk viðurkenningu í sumar og sem heitir Nýjar raddir, og fyrir skáldsögu sem ber titilinn Eyja. Og ég er ekki búinn að koma höndum yfir þessa bók, því miður. Ég ætlaði mér að ná henni í lestina, en hún er hins vegar fréttastjóri á Heimildinni, og eftir að urðu stjórnarslita þá náttúrulega var nú alveg
útséð með það að hún myndi hafa nokkuð tíma til að koma hér austur, þannig að hún varð að afþakka það boð, en vonandi á hún bara eftir að koma með aðra bók og þá henni í lestina hér. Það voru 2 austfirskir höfundar sem hafa getið sér gott orð hinn síðustu ár, sem voru með okkur í rithöfundarlestinni hérna 2022. Þau Jónas Reynir Gunnarsson úr Fellabæ og Benný Sif Ísleifsdóttir frá Eskifirði. Jónas Reynir, þau eru reyndar bæði mjög yfir með kolan í þessu og senda frá sér nánast bók á ári og jafnvel betur. Og Jónas Reynir, hann núna þetta árið, þá hann hérna með bók sem heitir Muffa, ný skáldsaga frá honum og sem hefur vakið athygli gagnrýnenda. Og það hérna grípa aðeins niður í hana. Þetta sem sagt segir hér á baksíðunni, á kápunni, þá segir hér: viku áður en Bjössi fór frá Ölmu vaknaðum við hljóð fyrir utan svefnherbergisgluggann. Það var eins og einhver væri að grafa sig upp úr myrkrinu bak við augnlokarnar. Og Alma doktor í heimspeki og fyrrverandi háskólakennari, en síðan þau Bjössi fluttu á æskuslóður hans hefur hún kennt í grunnskóla í þorpinu og litað hárið á sig bleikt. Markús stjúpsonur hennar býr hjá þeim 33 ára gamall og situr inn í herbergi í tölvunni dag og nótt. Brúnn pakki sem hann fær sendan í pósti einn daginn markar skil fyrir þau öll. Og ég ætla að grípa hérna niður í upphafið á svona eiginlega, flokkum þetta ekki sem kafla 2, þetta svona snemma í bókinni. Viku áður en Bjössi fór frá Ölmu vaknaðum við hljóð fyrir utan svefnherbergisgluggann. Það heyrðust skruðningar, eins og verið væri að róta í ruslinu eða runnabeðinu. Það var eins og einhver væri að grafa sig upp úr myrkrinu bak við augnlokarnar. Alma opnaði augun og þurfti að pissa. Hún fór á fætur og gekk að baðherberginu. Hún sleppti því að kveikja ljósin af því að hver sekúnda af ljósi sem skeni í augu hennar væri að minnsta kosti mínútu að líða úr henni. Húsið var þögult og hún pissaði með lokuð augun. Hún sturtaði ekki niður þegar hún pissaði á nóttunni því að hávaðinn raskaði kyrrðinni á heimilinu. Að þessu leyti var hún tillitssamari en Bjössi. Hversu oft hafði hann ekki vakið hana með brussugangi. Alma var vön að ganga á táberginu, Bjössi á hælunum. Hann þrammaði alltaf og snýtti sér. Hann var jafn nærgætinn og traktor. Ástæða þess að sambandi hélst gangandi var að hún var nógu þroskuð til að líta framhjá göllum hans. Þannig að þetta lofar góðu, held ég. Jónas Reynir gefur mönnum stöðugt og óvart í sínum skrifum. En Benný Sif, hún hérna líka með bók þetta árið og heitir Speglahúsið. Hún reyndar nýbúin að bara fara í eigin rithöfundarlest allt landið. Einlega. Þær voru 2 stöllur sem að fóru og rúluðu bara hringinn í kringum landið og lásu upp á nokkrum stöðum. Þannig að kannski hafa einhverjir heyrt hann að lesa þar. En Speglahúsið sem sagt þessi nýja bókunar og sækir sögusviðið svona í Mjóafjörð þar sem að Benný Sif nú komið með sumarhús. Líka þannig að bókin nú sennilega miklu leyti líka bara skrifuð hér fyrir austan. En þetta sem sagt hárgreiðslukonuna Rósu sem leggur skærin á hilluna á miðjum aldri, flytur austur í Mjóafjörð og kemur á fót óvenjulegri ferðaþjónustu í Lísuhúsi. Á meðan gestir setja sig í spor Lísu sem lá lömuð á eldhúsbekknum miðja síðustu öld, bakar Rósa fyrir kaffihúsið og hugsar til ömmu sinna sem sá Lísu og heimilið. Og ég ætla sömuleiðis að grípa hérna aðeins niður í þessa bók og hérna niður í annan kafla. Þú segir ekkert nema ég, hefur ég dóttur mín að segja. Þau átta sig ekki á hvað veggirnir eru þunnir. Það mjög mikilvægt að huga að eigin líðan, svarar tengdasonurinn sem mig rennir í grun að verði bráðum fyrrverandi tengdasonurinn. Hann hefur verið á einhvers konar sjálfsræktarnámskeiði og talar í nútímalegum frösum mörk sem hann setur og línur sem hann dregur í sandi. Þetta ágætis maður en svolítið grey og heiðan í sér í gegnum hann. Foreldrar þurfa að sinna sjálfum sér fyrst, einmitt til að vera í standi til að sinna börnunum, segir tengdasonurinn. Og ég flissa þegar ég heyri Heiðu grípa frammi fyrir honum. Við erum nú ekkert alltaf í flugvél. Ég ætla mér ekki að hlera samræður þeirra og vil í raun vita sem minnst þær ógöngur sem sambandið hefur ratað í.
Öfugt við tengdasoninn hyggst ég eingöngu setja súrefnisgrímu á sjálfa mig. Ég hef líka verið í sjálfsrækt. Frá síðasta sumri hef ég verið fullkomlega eigingjörn, lagt grunn að nýju lífi og ég ekki frá því að mér hafi farið fram. Ég hlusta á þau kýta með öðru eyranu en finnst ég ekki þurfa að stökkva til og bjarga neinu. Þannig að það hægt að skella sér í speglahúsið. En síðan já, fleiri sem mætti telja til á skáldsagna hópnum. Ég ætla að nefna allavega hana eitt svona sem við viljum nú eigna okkur oft hérna fyrir austan sko. Það hann Dagur Hjartarson. Hann bjó nú í Esku á Fáskrúðsfirði og var fæddur þar, held ég. Og saga hans Sporðdrekar sem kom út á dögunum, hún á margra vörum þessa dagana. Síðan hef ég heyrt að Breiðþotur eftir nýjan höfund sem heitir Tómas Ævar Ólafsson. Hún sé skrifuð hér eystra á Seyðisfirði og Eskifirði og sögusviðið sé hreinlega þorp á Austfjörðum, þarlegandi. Eins hérna hann Gunnar Theodor Eggertsson. Hann var að senda frá sér eina bók sem heitir Vatnið brennur, skáldsaga. Hún tekist eistnaflugi. En við erum einn skáldsagna hérna allavega sem er nú ættuð hérna austan og sögusviðið að einhverju leyti í Austurlandi eins og hún kannski segir okkur frá. En það hún Brynja Hjónsdóttir sem er nú menntuð í kvikmyndafræðum og ritlist og hún hefur sendt frá sér ljóðabækur fyrst og Vogfruman sem kom út 2019. Hún var valin ljóðabók ársins á bóksólan þá og til einhverja fleiri verðlauna. Svo var það Kona lítur við sem kom út 2021 og Ókyrr 2022. Það vakti allt athygli og svo hlautu náttúrulega ljóðstað Jóns úr vör 2022 líka var ekki. Og hvatningaverðlaun Vigdísar Finnbogadóttur. Bara alveg hlaðin viðurkenningum. Þannig að við erum náttúrulega stolt að eiga einhverju austfirskar rætur í henni. En Brynja hérna komið með fyrstu skáldsöguna sína sem heitir Friðsemd og ætlar að segja okkur aðeins frá henni og leyfa okkur að heyra úr henni. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir Skúli. Ég heiti Brynja og þetta er skáldsaga mín Friðsemd. Hún gerist að hluta til hérna á Austurlandi og skrifuð hér líka aðeins bæði á Eskifirði og svo hef ég skrifað hana líka svolítið hérna í Hjaltastaðaþinghá þar sem að fjölskylda manns míns á sumarhús í Kóreksstaðagerði. En svo einmitt að sjálfsögðu hér í Rithöfundalestinni erum við duglega að draga tengingar við Austurland sem að maður svona hjartamanns mikið hér og hérna einmitt á eftir að reykja til Mjóafjarðar og til Norðfjarðar líka. Þannig að hérna það hefur verið reglulega gaman að koma hér og vera hér og bara vatn, bensín á einhvern eldum að vilja bara vera meira hér, held ég. Ég að hugsa að lesa þetta aðeins einmitt, kannski smá svona kafla með einhverjum smá svona Austfjarðatengingu en hérna sagan fjallar konu sem heitir Friðsemd og hún þýðandi, bókmenntaþýðandi á sjötugsaldri og hún hefur að starfa því að þýða bækur eftir bestu vinkonu sína sem danskur reyfarahöfundur og Friðsemd sem áfrekar svona fábroti lífir að miklu leyti í gegnum þessar spennusögur og í upphafi bókarinnar þá fær hún þau tíðindi að Fatíma sem höfundur þessa bóka, hún hafi látist í slysi í Hveragerði og þetta mikil harmafregn og einhvern veginn Friðsemd missir þarna allt á einu bretti en eins og ég segi þá hefur hún dálítið mikið verið á kafi í svona formúlukenndur reyfurum og eftir sem hún fer að hugsa máli betur þá finnst henni þetta allt dálítið grunsamlegt og fer að gruna að það séu hugsanlega brögðu tafli. Þetta hafi kannski ekkert verið með slys. Hún ákveður að leggja land undir fót í fyrsta skipti í mörg ár og
rannsaka málið. Hún hins vegar ekkert rosalega svona fær spæjari, þannig að það fer ekkert alltaf eins og hún heldur. Já, nú ætlum ég að lesa það sem hún hún í ferju á leið frá Eskifjarðar til Hveragerðis og þetta sem sagt svona létt framtíðarsaga, þannig að landslag Íslands aðeins breytt. Það hefur sjávarmál hefur hækkað og þannig að láglendi hefur á einhverju leyti sokkið í hafið og það hefur orðið talsvert af svona náttúruhamförum og þið fáið kannski aðeins að heyra það hérna þessu broti. Ég hafði varla farið frá Eskifirði að neinu ráði margra ára skeið. Vissulega hafði ég skroppið yfir í Norðfjörð einu sinni til að kaupa skó. Búðirnar á Eskifirði seldu svo þykkborna skó. Mamma sagði alltaf að fólk sem gengi í skóm með þykkum og grófum sólum gerði ekkert annað en að breyta fótunum á sér í vastegsbollur, þunnar loftkendar skeljar fullar af búðingi. Ég hafði fylgt þessu heilræði án þess að hugsa sérstaklega út í það. Alltaf gengið í skóm með þunnum sólum, einföldum tátiljum eða sandölum. Mamma flutti frá Selfossi til Eskifjarðar til að flýja tvennt, náttúruhamfarir og minningar. Hún hét Sól og hárið á henni var ljósbrúnt og flæðandi. Þegar hún brosti, opinberuðust djúpir spékoppar sem var mikilfengleg sjón og sjaldgæf þegar hún brosti ekki mikið. Á uppvaxtarárum hennar var allt til alls á Selfossi. Þar voru verslanir og veitingastaðir, bifvélaverkstæði, sundlaug og dýragarður. Þrátt fyrir þessa miklu auðlegð þótti Sól, móður minni, heimabær sinn vera heimsins ómerkilegasti staður. Á hverju morgni þegar hún át morgunverð með foreldrum sínum spurðum nokkur staðar í veröldinni meira drullu place. Vissulega voru til meiri drullu place og ennþá drulluri jafnvel, en mamma var ekki víðförul manneskja. Hún hafði ekki haft tækifæri til að kynnast drullu place heimsins og í kjölfarið lært að meta því mikla ríkidæmi sem hún bjó við. Hún var 20 ára gömul þegar amma og afi létust í hörmulegu slysi. Þau voru að aka þrengslin þegar stóreflis jarðskjálfti reið yfir og jörðin sprakk fyrir framan þau. Þau óku ofan í sprunguna og biðu bana. Sjoppa við veginn sem hafði þá nýverið fengið vínveitingaleyfi endaði hálf ofan í sömu sprungu. Þetta mál var sannkallaður harmleikur, sérstaklega fyrir nærsamfélagið, en þjóðin öll fylgdist með. Fyrstu sinn voru allir í losti, svo vöknuðu spurningar. Hvernig gat þetta gerst? Af hverju var vegurinn opinn? Var ekki hægt að sjá þetta fyrir? Var þjóðin ekki að kafna í mælitækjum sem átt að spá fyrir svona laga? Og stjórnvöld, hvernig gátu þau sofið á verðinu? Af hverju var ekki búið að virkja einhver áætlun löngu áður? Lostið var það harmi, harmurinn að reiði. Reiðin fjaraði út og þokaði skipulega í átt að gleymsku eins og alltaf. Enginn axlaði ábyrgð, en fallist var á að reisa minnismerki við slysstaðinn sem stendur þar enn þótt stöpullinn hafi skekkst ofurlítið vegna jarðsigs. Rótlaus og munaðarlaus flutti mamma til Danmerkur og skráði sig í skóla. Í skólanum lærði hún ekkert, en á bódekonum, sem hún heimsótti eftir skóla, lærði hún sitthvað. Á einni bódekunni kynntist hún manni sem bar svo hversdagslegt nafn og það ómögulegt að muna. Maðurinn kom heim með henni og gisti eina nótt en hvarf út úr glugganum morguninn og sást aldrei framar. Hann skildi skóna sína eftir í andirinu og mig eftir innan í Sól. Mamma flutti aftur heim og eignaðist mig á HSU. Hún sór að hætta allri vitleysu og reiðuleysu undir eins og nefndi mig friðsemd í von að ég bæri nafn með rentu. Ef við mæðgur vorum ekki lengi í paradís, það að segja á Selfossi. Mamma hafði verið uggandi lengi, kunni illa við að vera svona nálægt sprungunni sem amma og afi og sjoppan hvíldu ofan í og hún hafði líka á tilfinningunni að eitthvað illt væri í vændum og það var rétt hjá henni. Það fór ekki fram hjá neinum að loftslagið fór hlýnandi og duttlungar í veðrinu urðu meiri og meiri. Það virtist samt trufla mömmu meira en annað fólk. Flótta áætlun, muldra á stöð, við verðum að gera áætlun. Það var samt ekki fyrir en jökullinn á pólnum var sprengdur og sjórinn kom askvaðandi við fjörurnar sem við flúðum. Það urðu allir að flýja, skilja allt eftir, allt líf sitt. Suðurlands undirlendið sokk í hafið og við fórum austur eins og svo margir. Við enduðum á Eskifirði og þar var lífið prýðilegt. Það fannst mömmu í það mesta því að það var rólegt. Næstum því venjulegt. Lífið ekki sjálfsmorðskeppni.
var eitthvað sem að mamma átti til að segja við hinn ýmsu tilefni. Þetta voru nokkurs konar einkunnarorð. Það er ekki að ástæðulausu að við verðum hrædd andspænis óvissunni, sagði hún kannski í framhaldi. Af því að það hefur svo oft sannað sig hvað óvissan er okkur hættuleg. Það sem er hinum megin við lokaða dyr er tæplega gott, annars væru dyrnar ekki lokaðar. Ekki þar með sagt að það fari endilega allt á versta veg, en það er afskaplega líklegt. Sjáðu bara hvernig við komum fyrir okkur, segði hún svo, og myndi ef til benda á forsíðu fréttamiðlana eða upp í fjall, þar sem fólk var í óðaönn við að styrkja skriðuvarnir. Í óstöðugum heimi er stöðuleiki val. Lífið á að malla á lágum hita, ekki bullsjóða, aldrei að bullsjóða. Orðin ómuðu í höfðun á mér, líkt og mamma stæði ljóslifandi við hliðina á mér. Tilfærinu. Tilhugsunin að horfa á bæi minnka eftir því sem ferjan sigldi út Reyðarfjörðinn hafði vakið hjá mig kvíða. En það reyndist auðveldara en ég bjóst við. Ég myndi sakna Palla, en ég gæti alltaf hringt. Kannski kæmi ég bara aftur. Kannski bara strax aftur, ef þetta gengi ekki upp. Ég hafði logið að Palla, sem mér fannst leiðilegt. Logið því að ég hefði fengið þetta starf eftir allt saman. Það var auðveldara en að útskýra áætlun mína. Það notar staðnum hér. Takk fyrir. Takk fyrir það, Brynja. Og það eru örugglega, það eru sjálfsagt einhverjar fleiri skáldsögur þarna út í þessari bókaútgáfu núna fyrir jólin. Það fer alltaf svo í þessari lestarskipulagningu að maður fréttir svona þegar rétt er að lestin er búin. Nei, var þess að gefa út? Hvaðan kom þessi bók eiginlega? Og svona. En nú ætlum við að vikið þessa fræðiritum. Það er nú ekki frekar en fyrirdaginn hörgull á þeim austfirsku fræðiritunum. Og fyrst að telja kannski hérna eitt stórvirkið, en svo einum af þessum austfirsku hérna fræðiritajörlum, honum Hjörleifi Guttormssyni, og hann sendir hérna frá sér núna 2 bindaverk sem hann hefur unnið að lengi og fjallar langafa Hjörleifs, Sigurð Gunnarsson, sem var ansi margt. Það var meðal annars prestur, landkönnuður, náttúrufræðingur, kennari, læknir, rithöfundur og þingmaður, líkt og Hjörleifur. En þetta er sem sagt bara rit sem er virkilega margt í, og ég myndi segja, og gefur svona góða innsýn í 19. öldina fyrir hlutinnar, og jafnvel, og ég meira að segja eitthvað svona sem maður hefur ekki komist í áður af óbirtu efni. Það virðist vera í þessari fjölskyldu að hafa verið haldið mjög vel utan alls kyns gögn og skrif gegnum áratugi og aldir eiginlega. Nú önnur bók sem veitir líka svona innsýn í kannski svipað tímabil, þannig að fyrir hluta 19. aldar á Austurlandi. Það er bók svona sem fjallar aðeins mínar heimaslóðir út í Hróarstungu, og Erla Hulda Halldórsdóttir er sem sagt búin að senda frá sér bók hérna ævi Sigríðar Pálsdóttur, sem var fædd á Hallfreðarstöðum í Hróarstungu. Hún var dóttir Páls Guðmundssonar sýslumanns og systir skrifar hans á Stapa, Páls Pálssonar, og þessi bréf sem að Sigríður skrifaði einmitt til bróður síns er ákveðin uppistaða í þessum rannsóknum Erlu Huldar, og þessi bók heitir Strá fyrir straumi. Og ég svona hálfnaði með hann allavega, og ég hérna búinn með Hróarstungu-kaflann og ýmislegt þar skemmtilegt sem var í, og síðan hefur hún nú komið hérna austur, hún Erla Hulda, og er með fyrirlestra sömuleiðis hana, en mjög áhugavert fræðirit. Það er fleiri hérna á 19. öldinni, og einn af þeim sem voru í lestinni núna var Hrafnkell Lárusson, sem er með bók frá þessum svona aðeins seinna á 19. öldinu og tegir sig inn í 20. öldina, svona inn í þegar nútíminn er að hefja innreið sína hér á Íslandi. En Hrafnkell, hann er náttúrulega breytalingur að ætt og uppruna og fæddur 1977 sko, en er orðinn doktor í sagnfræði
og í staðinn fyrir að vera bóndi á Gilsá og hefur fengist við blaðamennsku ritstörf og rannsóknir núna alveg árabil og núna hann, hann svo sem hefur nú sent frá sér líka ljóðabók, hann rétt að minnast þess og var nú meira að segja svona fékk aðeins að koma í lestina svona sem meðreiðarsveit 2014 þegar hann gaf út Ég leitaði einskis og fann. En Lýðræði í mótun sem að Sögufélagið gefur út er bók sem að Hrafnkell ætlar að segja okkur svolítið frá. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Ég ætla nú ekki að fara út í að vera með neina langa kynningu á sjálfum mér en það sýnist mér að ég þekki alla sem hér eru viðstaddir. En það var sem er í streyminu, sko. Já. En við vorum náttúrulega á Norðfirði í fyrrakvöld að tala svolítið það allavega við Jón Knútur hvað við hefðum ætlað okkur að verða eða hvað við heldum að við yrðum þegar við vorum ungir og þegar við vorum aðastönd. Og það voru náttúrulega allir, ég sjálfur þar með talinn, búinn að máta mig inn í það hlutverk að ég yrði bóndi á heimaslóðum mínum í Bretlandi. En svo tekur lífið mann bara í aðrar áttir. Ég náttúrulega bjó hins vegar hér í 9 ár og frá 2006 til 15 og ég veit svo sem ekki hversu gott orð ég skapaði mér hér þá en að minnstakosti nógu gott hjá forsvarsmönnum sveitarfélagsins til þess að þeir lögðu í lögheimilisdeilu við mig og sem endaði í einhverju kærumáli og tómumleiðendum. Þannig að yfirvöld virtist miskusti vilja halda mér einhverstaðar í Seylingarfjarðar. En það svolítið sérstakt að vera að gefa út bók með þessu nafni Lýðræði í mótun á ári þar sem að tvívegis kosið. Þó svo umfjöllunarefni þessara bókar sé svo sem ekki kosningar eða það miskusti ekki aðalumfjöllunarefni hennar en það koma jú aðeins við sögu í henni. En tímabilið sem að ég hér að vinna með frá 1874 til 1915 sem að rammast inn af tilkomu stjórnarskrárinnar 1874 og síðan af breytingum á henni sem voru gerðar 1915 þar sem að megin breytingi var það að konur fengu kosningarétt til Alþingis. Í stjórnarskrárinni 1874 var innleitt félagafrelsi. Það var svo sem ekki bannað að stofna hér félög áður en hafði kannski ekki verið gert í þeim mæli sem síðar átt að verða og félögin sem störfuðu hér á landi fyrir 1874 voru flest svona félög hinna herrasettu í samfélaginu og voru kannski ekki endilega starfandi á lýðræðislegum grunni. En þessi félög sem hins vegar fóru að rísa þarna og breiðast út landið þá sérstaklega á 9. og 10. áratug 19. aldar og svo fram á 20. öldina að þau störfuðu jafnan á lýðræðislegum grunni og megin breytingin var náttúrulega ekki bara í fjölda félaga sem að stofna, heldur líka í þátttökunni. Að fólk af ýmsum aldri og margvíslegum þjóðfélagshópum fór að taka þátt og gera sig gildandi í starfi félaga. En þetta líka mjög merkilegt tímabil í okkar sögu því að fram til 1874, eða cirka bát, hafði Ísland eiginlega alla tíð verið svona næsta einsleitt sveitasamfélag. Það var þéttbýli en það var ekki mikið. En á þessu tímabili breytist samfélagið yfir í að vera blandað samfélag sveita og bæja og þéttbýli fer vaxandi og einkum og sér í lagi við sjávarsíðuna og ekki síst hér á Austurlandi þar sem að Seyðisfjörður og Eskifjörður urðu svona öflugustu bæirnir. Og þetta líka náttúrulega tímabil vesturferðana sem að auðvitað höfðu mikil áhrif ekki síst hér á Austurlandi og samhliða svo þessum búsetubreytingum að þá náttúrulega breytist atvinnulíf mjög mikið. Stjórnmálin eru að breytast á þessum tíma og sem á mennta- og menningarlíf. En þessi félög sem voru starfandi voru margvísleg. Þekktust og útbreiddust voru búnaðarfélög, lestrarfélög, kvenfélögin og svo bindindisfélögin. Og síðan þegar að fer að líða á þennan tíma og koma fram aldamótin 1900 og upp úr því að þá fara að myndast félagshreyfingar, það er að segja samtök félaga sem að taka til landsins alls. Og eitt svona megin efni mitt í þessari bók það einmitt að rannsaka hvaða félagslegu áhrif þessi félög og hreyfingar höfðu
bæði á bara þróun samfélagsins og eins á þróun stjórnmálanna. Og ég tínt til 2 svona mjög áberandi dæmi þessi áhrif, að það er til dæmis að aðflutningsbannið á áfengi sem kom 1908 hefur með réttu verið heiðurinn eða skömmin, hvernig sem líta á það, af því hefur verið eignuð bindindishreyfingunni. Og kosningaréttur kvenna sem fékkst 1915 fyrst og fremst kvennahreyfingunni að þakka. En síðan náttúrulega á þessu tímabili auðvitað að verða til annars konar félög sem að síðar áttu náttúrulega eftir að verða mjög fyrirferðarmikil í okkar samfélagi og hafa mikil áhrif og þróun þess, og þar er ég að tala eins og samvinnuhreyfinguna og ungmennafélagshreyfinguna og verkalýðshreyfinguna. Og þó að ég sé náttúrulega hér að tala fjalla tímabil sem dálítið svona fjarri okkur, þetta meira en öld síðan að þessu tímabili lauk, að þá eru tengslin við samtíman samt alveg til staðar, því að við sjáum það ef við svona stöldrum við og horfum í kringum okkur að félög og félagshreyfingar skipta ennþá mjög miklu máli í okkar samfélagi. Og að því ég nefndi einmitt verkalýðshreyfinguna áðan að þá er hún til dæmis bara afl sem er mjög þýðingarmikið í okkar samfélagi. Og margs konar félagastarf, þó ég viti það og hafi heyrt frá mörgum sem að standa í ýmiss konar félagastarfi, að það svona finnst kannski þáttakan ekki vera sem skyldi, en þá er samt starfið ótrúlega mikilvægt og fyrir þróun samfélagsins. Annað sem að félög hafa líka gert, að þau hafa breytt oft á tíðum umræðuefni, þau hafa innleitt ný umræðuefni og kynnt kannski mál sem að þau viðkomandi félag brennur fyrir öðrum og fengið fleiri í lið með sér, auk þess síðan að veita stjórnvöldum svona ákveðið aðhald oft á tíðum. Þessi bók eins og segir, Skúli sagði í kynningunni, hún sé stytt og endurbætt útgáfa af dóttursritgerðinni minni. Stytt, já, en hún er samt svona þykk. En mér langar til að tala eins þessa kápumynd. Við eiginlega nánast í allar myndir í þessari bók, sem eru nú eitthvað milli 30 og 40. Ég held að séu allar nema 2 fengnar hjá Ljósmyndasafni Austurlands sem staðsett hér á Egilsstöðum. Og þessi mynd þeirra á meðal og ég og Magnús Lyngdal, ritstjóri bókarinnar, við fjallum alveg fyrir þessari mynd þegar við sáum hana. Hún er svo spegluð svona skemmtilega, þannig að en þessi mynd ekki tekin í útlöndum eins og ég hef verið spurður að, því að fólk finnst stráin á henni of há til þess að geta verið íslensk. Heldur þetta á einhverjum akri á Eiðum, meðan að þar var rekinn búnaðarskóli. Og mennirnir hér fremst á myndinni eru Benedikt, þáverandi skólastjóri búnaðarskólans, og Metúsalem sem síðar tók við á honum. Myndin, kannski af því að Metúsalem heldur hér á ljá, að hún skapar ákveðin hughrif við American Gothic myndina af Amish-hjónunum, þar sem að kallinn stendur með heykvíslina. En hér hópur af fólki og myndin svolítið lýsandi fyrir efni bókarinnar af því að hér bæði kallar og konur og flest af þessu fólki til þess að gera ungt, en það líka lýsandi fyrir hana að kallarnir í forgrunni. Þeir voru yfirleitt í forystu félaga þessum tímum með náttúrulega hinni augljósu undantekningu sem kvenfélögin voru. En ég ætla að lesa aðeins upp úr nokkra búta úr þessari bók og ég kannski svolítið undir áhrifum þess að nú einungis tæp vika í að það verði kosið. Og ég hugsaði með mér að fyrst að ég nú staddur hér og Hjörleifur nýbúinn að gefa út bók Sigurð Gunnarsson, að lesa hérna smá bút hann, en 1874 voru þeir að láta af þingmennsku sem þingmenn Múlasýslu, Halldór Jónsson prófastur á Hofi í Vopnafirði og Sigurður, sem hefði verið þingmenn þarna árin og undan. Sigurður Gunnarsson, prestur á Hallormsstað, lét af þingmennsku árið 1874 líkt og Halldór á Hofi og virðist ekki hafa gert það með neinum trega. Í bréfi sem Sigurður ritaði sumarið 1873 sagði hann: "Það eins og menn hafi gert sér að skyldu að kvelja mig með sífelldum bónum og ég svo einfaldur að gegna á mörgu og verð svo ónýtur til alls." Skömmu áður hafði Sigurður brugðist illa við hvatningu Jóns Sigurðssonar forseta að hann gæfi aftur kost á sér til Alþingis. Hvern skrattan á ég að gera á þingi, bráð ónýtur þingmaður? Ekki skammar minna að vera hérna og geta gert náunganum eitthvað til huggunar þó eigi sér til gagns?
Þið fáið annan skárri. Áþekkan dóm felldi Sigurður yfir eigin félagsmálaferli í sjálfsævisögu sinni sem hann ritaði árið 1871. Þar kvaðst hann hafa látið til leiðast að bjóða sig fram til þings 1869 en verið það til lítilla nota. Sigurður var fulltrúi á þjóðfundinum 1851 og flæktist þar mér til leiðinda sumarið. Þetta er náttúrulega í fullkominni mótsögn við það sem Hjörleifur sýnir fram á í bókinni, að þetta var mikilhæfur maður sem að mikið traust var boðið til, en hann virðist hafa sannlega verið nokkuð einn það að hafa ekki fundist að vera að gera neitt af viti. Áhuga og metnað fyrir þingmennsku skorti hins vegar ekki hjá Jóni Jónssoni frá Sleðbrjót, hálfbróður Guðmundar Jónssonar frá Húsey og náins vinar Páls Ólafssonar. Jón bauð sig fyrst fram til Alþingis í kosningum í Norðurmúlasýslu 1886 en tapaði fyrir Einari Thorlacius, sýslumann í Norðurmúlasýslu og Þorvarði Kerum lækni. Í aukakosningum sem haldnar voru 1889 eftir að Einar Thorlacius sagði af sér þingmennsku hafði Jón hins vegar sigur í baráttu við Sigurð Gunnarsson, prest á Valþjófsstað, bróðurson nafna síns á Hallormsstað. Eftir flutning til Vesturheims skrifaði Jón frá Sleðbrjót ágrip pólitískra endurminninga sína og sendi Stefáni G. Stefánssyni skáldi árið 1914. En þeir urðu pennavinir eftir flutning Jóns vestur. Ágripið skrifaði Jón vegna hvatningar frá Stefáni. Jón hélt í fram að á síðari hluta 8. áratugar 19. aldar hefði átt sér stað víðtækar breytingar á viðhorfi kjósenda og almennings til Alþingis og stjórnmála. Þegar hér var komið árið 1874 var talsverð breyting á pólitískri stöðu og skoðun alþýðu. Löggjafarþing var fengið og landið fékk sín eigin fjárforráð. Hið síðarnefnda var eflaust orsök þess að alþýða fór meira að kynna sér stjórnmál. Hún fann að nú var það þingið sem gat skapað ný útgjöld og veitt styrk til þalvera fyrirtækja. Kjósendur fóru þá betur að finna að það var ekki þýðingarlaust fyrir þá hverjir sætu á þingi. Og þó ég byrji nú hér á því að tala Sigurð, en náttúrulega að því að ég dreg mína línu við 1874 þegar hann að draga sig í hlé og svo lést hann 4 árum síðar að þá kemur hann kannski ekki svo mikið við sögu en einmitt annar héraðsmaður, Jón Jónsson frá Sleðbrjót og Guðmundur bróðir hans sem að líka skildu eftir sér töluvert mikið af rituðu efni, að þeir koma verulega við sögu. Að Jón frá Sleðbrjót hafi náð að rísa upp til metorða, verða alþingismaður í rúman áratug og leiðtogi heima í héraði á margan hátt eftirtektarvert. Jón var að uppruna alþýðumaður sem notið hafði lítillar formlegrar menntunar en tókst engu að síður að taka sér stöðu ofarlega í stigveldi samfélagsins, nærri mönnum sem flestir voru embættismenn og eða afkomendur slíkra. Það gerir sögu Jóns ekki síður áhugaverða að hann var margt jaðarmaður í samfélaginu og endurspeglaði ekki uppruna sín og félagslegt umhverfi nema takmarkuðu leyti. Guðmundur Jónsson frá Húsey, bróðir Jóns, segir að Jón hafi aldrei verið auðsæll sem víða kemur fram í bréfum til Guðmundar og það hefði fundið honum til foráttu af mörgum enda brauta gegn ímynd leiðtogans. Ég las til dæmis bréfinu þar sem að Jón að biðja Guðmund bróður sinum að lána sér peninga af því að hann hefði lánað einhverjum öðrum sína peninga. Skoðanir Jóns voru auk þess að ýmsu leyti á skjön við viðteknar skoðanir í sveitasamfélaginu samanber stuðning hans við leysingu vistabandsins og það varð honum á stundum að fótakefli. Lestrarfýsn og stjórnmálaáhugi Jóns sem ungs manns þótti mörgum sem hann þekkti einkennileg. Á uppvaxtarárum og fyrstu þroskaárum sínum var Jón því svo langt á undan samtíð sinni að fáir vissu eða skildu hvert hann stemdi. Margir álítu hann sérvitring því hann var dulur og óframfærinn á þeim árum. Það fyrsta sem vakti eftirtekt á honum var að hann var betur ritfær en aðrir menn. Þetta fremur lýsing á jaðarmanni í samfélaginu en leiðtoga sem Jón þó enga síður varð. Líklega var Jón á réttum stað og tíma til að grípa tækifæri. Þegar hann steig fram var almenningur að byrja að láta meira til sín taka í almannarýminu og sætti sig verr en áður við að láta embættis- og menntamönnum eftir forystu í samfélaginu. Ég ætla svo að enda hér á örstuttum kafla sem að kannski má segja að tvinni þetta tvennt saman, það að segja stjórnmál kjörinna fulltrúa annars vegar og það sem var að gerast í samfélaginu hins vegar. Því að ég
þó ég fari nú ekki með klísjuna gjá milli þings og þjóðar sem hefur nú stundum verið hent fram, að þá var svona, að minnst kosti ákveðið bil á ýmsum sviðum milli almennings og þeirra sem voru í forystu. En hér vitna ég aftur byggt á bréfum og hér segir: Sjálfur lýsti Jón frá Sleðbrjót sínu viðhorfi í bréfi til Þorsteins Erlingssonar, þáverandi ritstjóra Bjarka. Þar hélt Jón því fram að skipulegt og öflugt félagastarf væri þjóðinni mun nauðsynlegra en stöðulaga byljir og hann bætti við: Ég vil ekki gefa götótta vettlinga fyrir innlenda stjórn samanhrúaða í Reykjavík ef sjálfstjórn og félagsandi í héruðunum getur ekki lifnað og alþýðan fengið þroskaðri sjálfstjórnar hugmyndir. Takk kærlega fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta, Rakel. Já, svo er ekki hægt að komast í doktorsritgerðina líka eftir það, en vil ég lesa lengri útgáfuna? Jú, Director's Cut, hún fjarnislegar verðum á opinu vísindi. En það er margt áhugavert að skoða í kringum akkurat þetta sem að, svona þessi nútíma þjóð Íslendinga var að taka á sig mynd. Það ég ætla nú að nefna allavega svona eina bók sem við getum nú alveg sagt að tengist hérna austur og svona fræðibók, eða ekki fræðibók, rannsóknarblaðamennsku bók kannski. En það er náttúrulega þessi Leitin að Geirfinni sem var að koma út núna á dögunum eftir hann Jón Ármann Steinsson. Það eins og kannski við sem vitum allavega hérna inni að þá var náttúrulega Geirfinnur ættaður hérna austan og ólst að hluta til upp á Straumi í Hróarstungu. Þannig að ég man alveg eftir því að þó ég ekki verið nema 4 eða 5 ára gamall þegar þessir voða atburðir voru að þá samt sem áður þá var talað mikið um þetta á heimilinu að þetta sittur algjörlega í manni ennþá. En svo Ingunn Ásdísardóttir, við viljum náttúrulega eigna okkur hana að einhverju leyti frá Egilsstöðum og frænka hennar Ragnhildar Þrastardóttur, að hún var að senda frá sér bóku Norrænar góðsagnir sem heitir Jötnar hundvísir. Það er örugglega mjög forvitnileg, ég hef ekki búin að koma höndum yfir hana. Ragnar Ingi Aðalsteinsson frá Aðbrekku, hann situr nú aldrei auðum höndum og allra síst eftir hann svona ástu eftirlaun. Og hann var með okkur í lestinni hérna 2022 þegar við vorum með nokkuð östfiska lest. Og núna hann kominn hérna með, á þessu ári gaf hann út bók sem heitir Söngur ljóðstafana. Og þetta eru ritgerðir hans bragfræðikennslu. Þannig að þetta er svona gagnmerk bók alveg fyrir þá sem vilja sökkva sér svolítið í bragarættina, dýr og list. Og það leyfir ykkur að heyra hérna, þetta er náttúrulega fullt af kveðskap líka eftir Ragnar Inga en líka hinn á þessa, þar sem hann er að taka dæmi en hann orti meðal annars einn háttalykil sem er mjög skemmtilegur hérna og birtur hérna sérstaklega þar sem hann er að fara svona yfir ýmsar gerðir af ferskeytlunni og sýnir þar 20 rímnahætti og vísurnar fjalla sem sagt mann sem fer í ökuferð út á land og lendir þar í ævintýrum á heimleiðinni. Ég ætla bara að lesa fyrir ykkur hérna stafhenduna úr þessum bálki. Þögull fram ég þýtum veg, þessi ferð er dásamleg. Krómi slegin kerrandýr, komin í 5. gír. Það er en þetta er náttúrulega grundvallarrit fyrir það sem það er ekki dýrt. Við erum hérna með í salnum hér á Skriðuklaustri, í starfstofunni. Þá erum við hérna með Anna Sagnfræðing og sem verður sér að bjó hér í Esko á Skriðuklaustri. Sigríður Matthíasdóttir, hún býr núna á Seyðisfirði og hún hefur verið að skrifa á undanförnu hana Pálínu Voge, þá seyðfisku kjarnakonu. Og þetta er bók sem er að koma út hjá bresku forlagi, held ég. En Sigríður ætlar aðeins að segja okkur frá henni. Gjörðu svo vel. Takk fyrir að bjóða mér. Já, bókin var að koma út bara núna alveg nýlega. Hún lítur svona út með þessari fínu mynd af Seyðisfirði sem er tekin 1898 af Eyjólfi Jónssyni.
sem kemur út hjá forlagi sem heitir Palgrave og ég sem sagt, ég ætla að lesa upp úr henni, ég ætla að lesa upphafið. Ég les upphafið bara vegna þess eiginlega það svona segi ég dálítið frá, legg svona línurnar hvað bókin og líka að þetta sérsvið mitt í sagnfræðinni kven- og kynjasaga og bókin að vissu leyti ákveðið samtal við svona grundvallar spurningar í þeim fræðum, til dæmis mjög mikið sýnileika kvenna í sögunni og ósýnileika þeirra og margt sem því tengist. Árið 1864 segi ég, fæddist stúlka nokkur á Seyðisfirði var fyrsta barn Guðmundar Guðmundssonar veitingamanns á staðnum og konu hans Þórunn Pálsdóttur Ísfeld. Samkvæmt sóknarmannatali var barnið skýrt Stefanía Pálína. Hún virðist þó aldrei hafa notað fyrra skírnarnafn sitt Stefanía og í það minnsta gekk hún undir nafninu Pálína Guðmundsdóttir þegar hún var ung. Frá 30-aldri eða frá árinu 1894 var hún aftur á móti skrifuð sem Pálína Voge, þar sem Voge var ættarnafn eiginmanns hennar sem hún giftist það ár. Pálína óx úr grasi sem bóndadóttir á Austurlandi frá því hún var 9 ára gömul. Gerendahæfni hennar og möguleikar til að koma ásinni fyrir borð voru samt á ýmsan hátt mun meiri en almennt gerðist í gamla íslenska sveitasamfélaginu. Hún fékk betri menntun en konur flestar gerðu og hún var líka hreyfanlegri en almennt gerðist, bæði í landfræðilegum og félagslegum skilningi. Og sem ung og einhleyp kona flutti hún búferlum til Ameríku þar sem hún dvaldi í rúmlega 2 ár. Í Ameríku varð hún þjónustustúlka á búgarði milljónamæringa í Manitoba og ennfremur varð hún yfirmanneskja á strauingarhúsi í bænum Winnipeg í dömudeildinni. Mörg þau hlutverk sem að Pálína tókst á hendur í lífinu tengdust á einhvern hátt spurningum sem snertu fjármál og efnahagslega gerendahæfni. Og ferill hennar sem kaupsýslukona hófst þegar hún stofnaði fjölskyldufyrirtækið Verslun E.J. Voge. Fyrirtækið samanstóð af veitingahúsi og verslun og var rekið á Seyðisfirði í bæ sem norskir síldveiðimenn og athafnamenn stofnuðu á síðari hluta 19. aldar. Í bænum bjuggu einnig margir Danir og Færeyingar og var hann því þverþjóðlegur í meira mæli en gerðist marga bæi á Íslandi. Ástæða þess að það yfir höfuð hægt að gera ítarlega rannsókn á ævi Pálínu, sem náttúrulega oft bara í langflestum tilvikum ekki hægt að gera svona ítarlega rannsókn á ævi einstaklinga. Það sem sagt að hún skýrir eftir sig mikið magn persónulegra heimilda, það sjálfsævisögu og dagbækur og líka nokkur bréf. Og þessar heimildir hafa aldrei verið gefnar út og þær hafa verið tiltölulega óþekktar þar til nú og ég var mjög heppin að fá aðgang að þeim þegar ég flutti til Seyðisfjarðar fyrir 9 árum. Og í sjálfsævisögunni lýsir hún meðal annars uppvexti sínum í gamla íslenska sveitasamfélaginu, menntun sinni og flutningum til Vesturheims. Heimildir þessar fann ég smám saman út, gefa mjög óvenjulega innsýn í sjálfsmynd og athafnir kaupsýslukonu og kvenlegs geranda á sviði fjármála, sem þýðing mín á enska hugtakinu Female Economic Agent, sem sagt í upphafi 20. aldar. Og það segja annars konar sögu en oft hefur verið sögð af íslenskum konum á síðari hluta 19. aldar og upphafi þeirra 20. Það sögu geranda sem rak starfsemi sína í þverþjóðlegu samhengi. Pálína var í raun óþekkt stærð í íslenskri sagnfræði almennt þegar ég hóf þessa rannsókn. En minningin hana hafði samt varðveist í henni svokölluðu byggðasögu. Og það má halda því fram að hún hafi búið yfir félagslegu auðvarni sem athafnakona innan þess samfélags sem hún bjó í. Þetta má til dæmis ráða af þekktu byggðasögulegu verki það samfélag þar sem hún óx upp frá 9 ára aldri, það Mjóafjörð. Nafn þessa verks Mjófirðingasögur
og eins og flestir vita hér höfundur þess Vilhjálmur Hjálmarsson sem auk þess að vera bóndi í Mjóafirði var einnig alþingismaður, menntamálaráðherra og mikilvirkur sagnaritari. Mjófirðingasögur komu út í 3 bindum á árunum 1987 til 1990 og fjalla þróun samfélagsins og framfarir á síðari hluta 19. aldar og byrjun þeirra 20. og helstu persónur og atburði í þeirri sögu. Það má taka sem merki það orð sem að Pálínu fór að Vilhjálmur Hjálmarsson fjallar nokkuð ítarlega lífshlaup hennar. Hann leggur áherslu á menntun hennar og þar á meðal hvernig hún naut meiri tilsagnar í æsku, eins og hann skrifar, en títt var þá, sótti kvennaskóla Guðrúnar Arnesen á Eskifirði og var einnig vetrartíma að læra ensku hjá frú Hemmert á Seyðisfirði. Vilhjálmur fjallar stuttlega vesturheimsferð Pálínu og skrifar að árið 1889 hafi hún hleypt heimdraganum svo munnaði þegar hún sigldi til Ameríku með frændfólki sínu. Það virðist ekki samt ekki síst vera vegna dirfsku Pálínu og viðskiptavits sem hún fær tiltölulega veglegan sess í Mjófirðingasögum. Þannig skrifar Vilhjálmur á eftirfarandi leið: Þessi elsta dóttir Guðmundar og Þórunnar á Hesteyri virðist snemma hafa verið kjarkmikil og áræðin. 17 ára gömul var hún send til héraðs snemma vors að selja arfahlut móður sinnar í Eyvindará. Hún hreppti hrakning á Mjóafjarðarheiði, náði þó að Firði og síðan heim og hafði þá selt jarðarhundruð móður sinnar 50% yfir gangverði. Og þetta mjög skemmtileg saga sem hún segir frá þessu í sjálfstæði ævisögunni og því að hún þetta var sem sagt mektarbændur á héraði sem hún hitti þarna og þeir voru náttúrulega bara vissu hvað átt að greiða en hún bara hækkar verðið og stendur upp í hárinu á þeim og þeir verða auðvitað öskufúlir og svo fara í fússi en koma daginn eftir og greiða bara það uppsetta og þetta virðist hafa orðið svona saga sem að vera svona eins og hennar eigin persónulega sköpunarsaga sem athafna kona. Í rannsókn sinni á lífshlaupi Pálínu virðist Vilhjálmur hafa hnotið starfsheiti sem hann efaðist að stæði nánari skoðun. Ég veitti því athygli, segir hann, að Pálína Guðmundsdóttir talin húskona á Hesteyri 1893, eins síns liðs. Við athugun kom í ljós að það sumar og hið næsta á undan gerir hún út árabát, mannaðan sunnlenskum sjómönnum að mestu eða öllu leyti. Frásögn Vilhjálms áhugaverð af mörgum orsökum. Eitt tregða hans, sem að skín í gegn, til að leggja trúnað á að Pálína hafi nokkurn tímann verið húskona. Og það má benda það að heimildin sem að Vilhjálmur leiðréttir þarna, það tekur sér fyrir hendur að leiðrétta, það virðist vera sóknarmannatal frá árinu 1893, þar sem Pálína einmitt nefnd húskona. Skrif Vilhjálms sýna að Ameríkuferð Pálínu hafði mikil áhrif á að minningin hana varðveittist. Það virðist ljóst að Vilhjálmur minntist hennar að hluta til vegna sem hún var vissuleyti óvenjuleg. Sem persóna bjó hún yfir hæfni til að stíga út fyrir mörk hins hversdagslega og var þannig eftirminnileg á annan hátt en margir aðrir. Fleiri vitnisburðir gefa til kynna að persóna Pálínu hafi verið vafin ákveðnum ljóma eftir hún sneri heim frá Norður-Ameríku. Á þeim tíma var hún orðin bæði menntuð og sigld og hún virðist hafa verið sýnileg, svo má segja, í staðbundnu umhverfi sínu á Austurlandi. Og staðfesting á þessu má finna í tilteknu kvæði sem skáldið Jón Trausti orti hana. Þegar hann var 18 vetra ungur maður gerðist hann vinnumaður hjá föður Pálínu, Guðmundi, bónda á Hesteyri. Þetta 1891, sama ár og Pálína kom tilbaka frá Kanada. Hann mun hafa verið hrifinn af þessari forfrömmuðu dóttur húsbónda síns og í kvæðinu syngur hann heimskonunni Pálínu hástemt lof. Og þarna orðalagið áhugavert vegna þess að þetta ekki kannski það besta sem hann orti en orðalagið áhugavert vegna þess að þetta tjáir aðdáun rithöfundarins á þessari konu sem frjáls og ung hafði siglt yfir hafið og ferðast inn í fögru Ameríku og fagnaði því að sjá vort fagra frón aftur. Og þetta ákveðin vísbendingum önnur að Pálína hafi verið sýnileg í umhverfi sínu og notið svona viðurkenningar fyrir að vera veraldarvön
og fyrir hæfni til að fóta sig í ókunnugu umhverfi og mæta öðrum menningarheimum en þeim íslenska. Þessir þættir virðast hafa fært henni svona viðurkenningu umhverfisins á Austurlandi sem bendir til þess og sem sagt og nú ég svona að tala við þessi fræði eins og þau eru stundu sko núna að þetta bendir til þess að konur geti að einhverju leyti marka sér sess sem svona þverþjóðlegir gerendur og athafnakonur innan síns nærumhverfis eða innan staðbundinna kringumstæðina. En það virðist vera kannski flóknara þegar kemur að þjóðlega samhengi þjóðarinnar. Og það líka ljóst að Pálína Waage hefur þar til nú verið gersamlega óþekkt innan íslenskrar kvenna- og kynjasögu og íslenskrar sagnfræði almennt. Árið 1924 markaði kaflaskil í lífi hennar. Hún varð 60 ára gömul og hún lauk við að skrifa síðari hluta sjálfsævisögu sinnar eða þann hluta sem fjallaði meðal annars hvernig það kom til að hún hóf rekstur og stofnaði fyrirtæki og hvernig henni tókst að láta það ganga. Og hún hafði sannarlega verið ástæðu til að vera stolt af sjálfri sér og því sem hún hafði áorkað. Á Landsbyldu sem hafði í bókstaflegum skilningi verið galtóm þegar hún settist að á Seyðisfirði árið 1899 stóð núna fyrirtæki í fullum blóma, það hið svokallaða verslun E.J. Waage. Og þematískt framlag þessara bókar Pálínu Waage að Pálína hafi haft meðvitaða sjálfsmynd sem athafnakona. Hún hafi í raun mótað sjálfsmynd sína sem persónu sem var fær að stunda viðskipti og sýsla með peninga og sem þar af leiðandi tókst að stofna fyrirtæki. Því haldið fram að eitt af meginmarkmiðum Pálínu með því að skrifa sjálfsævisögu sína hafi verið að útskýra hvernig hún varð á endanum kaupsýslukonan Pálína Waage. Á sama tíma virðist sjálfsævisaga hennar sýna að það hafi aldrei verið ætlun hennar að fara út í viðskipti í raun. Það röð af allskyns uppákomum, ekki öllum mjög skemmtilegum, sem leiða til þess að hún fer út í rekstur og flestar voru engan veginn á hennar valdi. Og þetta síðan grundvöllurinn þá að aðferðafræðilegu framlagi bókarinnar og það felst í því að nota ákveðið fræðilegt hugtak, lífið reynsla, til að útskýra hvernig stúlkan Pálína Guðmundsdóttir varð á endanum kaupsýslukonan Pálína Waage, athafnakona með tiltölulega sterka gerðarhæfni. Og sú kenning að Pálína hafi haft meðvitaða sjálfsmynd sem athafnakona þematískt framlag vegna þess að það hefur ekki alltaf verið ljóst hvort konur sem ráku tiltölulega lítil fyrirtæki eins og Pálína gerði hafi gert það fyrst og fremst til að sjá fyrir sér og sínum sem aðferð til að komast af í lífsbaráttunni og framvegis eða þá á hinn bóginn hvort þær hafi einnig litið á sig og hugsað sjálfa sig sem raunverulega fyrirtækjareigendur, svo má segja. Og hér má vísa til sagnfræðinganna Jennifer Aston og Catherine Bishop sem eru breskar og ástralskar og eru leiðandi á þessu sviði rannsókn á athafnakonum, female entrepreneurs. Og þær skrifa í ritinu frá árinu 2020 að við séum enn í þeirri stöðu að reyna að skilja og átta okkur á þessum heimildabrotum sem að varðveist hafa líf kvenna sem sáu fyrir sér með því að kaupa og selja eða stundarekstur. Og við erum enn að reyna að átta okkur á hvað þessar heimildir hafa til málanna að leggja í stórsögu almennrar sagnfræði og hagsögu. Aston og Bishop skrifa einnig að það geti verið mjög erfitt að fá einhverja fullvissu að átta sig á einhvern nátt á því hvað rakina einstöku fyrirtækjareigendur áfram. En það segja einnig að það sé fátt sem bendir til þess að konur hafi búið yfir minni hæfileikum en karlar til að reka fyrirtæki eða þær hafi á einhvern hátt síður stundað alvöru fyrirtækjarekstur. Rannsókn mín á Pálínu þjónar þannig að hluta til sem ákveðið svar við þessum tilgátum þeirra Aston og Bishop að munurinn milli karla og kvenna í fyrirtækjarekstri virðist ekki liggja í metnaði þeirra eða hæfileikum til að stunda kaupsýslu,
heldur þvert á móti í kynjuðum ytri aðstæðum sem stýra bæði persónulegu lífi þeirra og stöðu í atvinnulífinu. En Pálína Waage er aftur á móti ólík mjög mörgum fyrirtækjarekendum, ekki síst konum, að því leyti að það er ekki endilega flókið að átta sig á því hvaða var sem hvatt hana áfram. Þetta er meðal annars vegna þess að hún sjálf hafði fyrir því að útskýra ástæður sínar fyrir ókomnum kynslóðum og þetta virðist greina hana frá flestum konum sem ráku minni fyrirtæki. Eins og Vibeke Keating-Banik og Laura Ekholm skrifa þá skilja minni fjölskyldufyrirtæki sjaldan eftir sig skjöl eða ritaða frásagnir. Það er einmitt það sem að Pálína gerði og það er mjög óvenjulegt bæði á Íslandi en líka í erlendu samhengi. Pálína Waage rak fyrirtæki sitt á minni skala þótt að það hafi að lokum orðið tiltölulega stórt í hennar staðbundna umhverfi á Seyðisfirði. Markmið hennar var örugglega fyrst og fremst að sjá fyrir fjölskyldu sinni og að standa vörð stöðu fjölskyldunar. Þrátt fyrir þetta þá virðist hún líka hafa verið mjög meðvituð svona menningarlega merkingu hugtaksins athafnasemi og ýmsa þætti þess eins og til dæmis hugmyndur frumkvöðulinn, hugmyndir að ögra kringum stæðum til að hagnast sem hún gerir svo sannarlega þegar hún fer og selur jörðina Eyvindar á þarna eða part úr henni sem 17 ára gömul. Pálína var þannig ekki bara kona sem að keypti og seldi og eitthvað braskaði eitthvað svona til að lifa af og með eitt af meginmarkmiðum hennar, mörg önnur líka, sem sagt með ritun þessarar persónulegu heimildar var að skýra hvernig hún varð á endanum kaupsýslukonan Pálína Waage, kona með meðvitaða sjálfsmynd sem athafnakona. Takk fyrir. Halda áfram með þennan loka kafla hér í lestarferðinni. En við erum svona, við erum búin að afgreiða svona skáldsögurnar og fræðiritin. Það er grösugur akkur á þeim sviðum þetta árið. En núna, síðan er nú svona, hvað hefur að segja, minningabækur. Það er líka flokkur sem er nú eitt og annað að gerast á. Það er nú ansi margir stjórnmálamenn sem eru með endurminningabækur þessa dagana að gera upp ýmis mál. En það er nú enginn af þeim sem tengist Austurlandi, ekki beint allavega annað sem ég veit um. En það eru allavega hana 2 bækur sem að koma út samt þessi jól sem að tengjast svona slysum og áföllum hér á Austurlandi. Og annars vegar er það bók Ólafar Þorvaldsdóttur og Loga Kristjánssonar, Fjall í fangið, sem að segja sögu snjóflóðanna í Neskaupstað 1974. Logi var náttúrulega bæjarstjóri í Neskaupstað þegar að flóðum fjallu. Síðan er það náttúrulega þessi metsölubókaflokkur, útkallsbækurnar hans Óttar Sveinssonar. Þetta er ekki bók nr. 31, þetta er 31 á toppnum hérna. Það er nokkuð tíma mist toppsætið. En í þessari bók þá er það sjóslysinn í Vöðlavík þegar að björgunarskipið Goðinn fórst þegar hann var að draga Bergvík af Strendstað í janúar 1994 og það er náttúrulega eins og venjan er hjá Óttari. Það er þetta í góðri nákvæmri tímalínu með alls konar viðtölum og unnið upp úr blaða og fjölmiðlafregnum. Frétti síðan af þegar ég var nefn á Norðfirði á föstudagskvöldi þá heyrði ég eitthvað eða bók sem væri á leiðinni eða svona skildist, ég fekk ekki alveg örugglega að vita það en mér skilst að hún heitir Naustahvammur og sé eitthvað að rekja sagnirnar fólki sem að bjó á þessari hjáleigu frá Nesi sem að hluti af þéttbýlinu við Neskaupstað stendur nú á. Þannig að sjáum hvort að hún dúkkar eitthvað staðar upp svona fyrir jólin fyrir mann að kíkja í. Síðan er það hinn þjóðþekkti fjölmiðlamaður Jón Ársæll Þórðarson sem sendi frá sér minningabók. Ég átti að heita Bjólfur. Það tengist ekki Seyðisfirði samt, heillega því að hann fæddist á Eskifirði. En væntanlega er þetta nú samt hinn einu sanni Bjólfur, ég veit það ekki, ég er ekki góðinn það langt í henni. En hann náttúrulega vann mikið hérna fyrir austan líka sem ungur maður og
og þannig á Austfjörðum bregður heilmikið fyrir í bókinni. Mér langar til að, því að við vorum komin hérna út í Hlíð áðan, út í Sleðbrjót og Jón á Sleðbrjóti, að þá langar mér til að grípa hérna aðeins niður í hann Jón Ásvæl og hann nefnilega var í sveit í Sleðbrjótsseli. Ég á leið í sveitina í fyrsta sinn og ég sit í vörubíl á milli 2 stórra manna, þeirra Björns bónda í Sleðbrjótsseli og ökumannsins Hrafnkels sem ekur eins og ljón og með aðra hönd á stýri. Taska mín og pókir á pallinum og bensínilmur í bílnum þar sem við skröltum eftir holóttum veginum frá Eskifirði og upp á Hérað. Ég ekki frá því að það sé örlítil kaupstaðalykt af bílstjóranum. Mamma hafði frétt að Björn væri í bæjarferð og sendi mig niður í pöntunarfélagsbúð til að bjóða honum í kaffi og pönnukökur en þau þekktust frá fyrri tíð. Ég lét ekki segja mér þetta tvisvar og á leiðinni heim spurði ég Björn hvort ég mætti koma til hans í sveit. Það varð úr að ég færi með honum þá kvöldið, alla leið upp í Jökulsá. Ég hafði ráðið mig í vinnu. Ég hef sjálfsagt ekki verið til mikils gagns þetta fyrsta sumar mitt sem smali, aðeins 5 ára gamall, þótt mér fyndist það sjálfsögðu sjálfum. Í Sleðbrjótsseli dvaldist ég næstu 6 sumur við gott atlæti og endalaus ævintýri. Björn í Seli var merkur bóndi og hreppstjóri, bændaskólagenginn bæði frá Hólum og Eiðsvelli í Noregi, góður karl en fámáll og kallaði mig ætíð Jónka, en mér fannst alltaf dálítið skrítið og ég vildi ekki gera veður út af því. Kona hans Guðríður húsfreyjan á bænum var hlýleg og góð húsmóðir sem hafði verið í Flensborgarskólanum, auk þess að vera kennaraskólagengin og kenndi bæði ungum og öldnum í sveitinni. Bæði voru þau hjón komið nokkuð til ára sinna þegar hér var komið sögu. Börn þeirra voru þau Svavar, Solveig og Ása, þau voru vaxin úr grasi og höfðu öll gengið menntaveginn. Solla var lærð fóstra sem hefði gott allt að leita til, Svavar búfræðingur, organisti og stjórnaði kirkjukórnum í sveitinni, Ása var yngst þeirra systkina og öll bjuggu þau enn í heimahúsum og unnið að búinu. Þarna voru líka 2 krakkar á mínu reki sem eru góðir félagar mínir, þau Ása, Helga og Rúnar. Þau voru bæði skyld fólkinu í Seli og Rúnar hefði alist þar upp frá unga aldri. Það kom í hlut okkar krakkana að taka þátt í sveitastorfunum eins og hægt var. Þrátt fyrir góðar girðingar og mikinn gaddavír komust rollurnar einhvern veginn alltaf í túnið til að hafa mig sín nýgresi sem var stranglega bannað. En það var eins og það kynni ekki að skammast sín. Að vera sauðþrá víst rétta orðið yfir það. Hundarnir á bænum voru sérstækir vinir okkar og samverkamenn í baráttunum við rollurnar. Þeir hétu Tito, Stalin og Nero. Eftir frægum einræðisherrum og stríðsmönnum út í heimi, en það dugði skammt þegar kom að þessu stríði. Það var eins og sauðkindin, allavega rollurnar í Seli, bæru alltaf sigur úr býtum. Þannig að það er gaman að kíkja á þetta. Síðan, já, svona kannski þá yfir í, svona að þau verðum komin í æskuna, að þá held ég að sé við hæfi að við fáum einn höfund úr lestarferðinni, hann er Rán Flýjaning, sem er með barnabók þetta árið, en hún er náttúrulega, hefur getið sér gott ár sem listamaður og mynd og rithöfundur og starfar auðvitað í Reykjavík svona miklu leyti, en síðan er hún líka á ferð á flugi og hefur komið meðal annars í mörg verkefni hér fyrir austan og við þekkjum meðal annars verkin hennar á flugvellinum sem að taka á móti okkur og kveðja okkur þegar við tökum flugið suður og hún hefur náttúrulega hlotið líka ótal viðurkenningar og verðlaun fyrir sín verk og kannski hæst er nú sennilega barna- og unglingabókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs sem hún fékk fyrir bókinni Eldgos í fyrra 23. En nú er það Tjörnin sem er bók svona fyrir börn á öllum aldri, held ég, en sem að Rán ætlar að segja okkur frá, en svo erum hérna líka með í farteskinu bókina Álfar sem að kom út í fyrra, en var að koma út líka á ensku núna hjá Angustúru. En hana vann hana með hérna Hjörlaugi Hjartarsyni. En Rán, gjör svo vel. Þetta er búin að vera alveg frábær rithöfundafest og hérna
tók nú eins og hérna kom fram, þá hef ég verið svo lánsam að vera hér tíður gestur og taka þátt í ýmsum verkefnum eins og flugvellinum og fengið að krota á alls konar veggi í Oddsskarðsgöngum og Seyðisfjarðarhöfn og flugvellinum og stofna Lundahótel og Lundabúð og alls konar rugl. En sko í dag tók eiginlega steinin úr þessum öllum skemmtilegu verkefnum sem ég hef komið að og ég tók svo djúpt í árina að ég sagði að þetta hefði verið besti morgun lífsmins þegar við vorum á leiðinni hingað af því ég fór á skíði klukkan 7 í morgun og svo fórum við Brynja í spa í gistihúsinu og svo komum við hingað í þetta hlaðborð, þetta er bara búið að vera æðislegt. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá nýjustu afurð minni og næst nýjustu. Byrjum á Tjörninni sem að koma út núna í haust hjá Angústúru. Tjörnin er kannski fyrst og fremst ævintýri og svona lífsháskasaga þessara 2 barna hér. Þetta er myndabók og þetta er barnabók. Og eins og hann Pétur sagði í Skaftfelli í gær þá þetta er barnabók en við eigum það náttúrulega alls sameiginlegt að hafa einhvern tímann fæðst og hafa verið börn, þannig að ég svona vona og vil gjarnan að tala barnabækur, og vil gjarnan að barnabækur og trúi því að það er erindi til okkar allra sem hefur verið börn. Og þessar myndabækur það eru svona mín leið til þess að skilja og teikningar til þess að skilja og skilja heiminn eiginlega, og svona mín leið til þess að rannsaka hluti. Eða kannski er ég bara svona barnalega að þetta verða allt saman barnabækur, en allavega þessi bók fjallar þífu og spóa og þau eiga heima í sama húsi, þau eru nágrannar og bestu vinir og þau telja sig vita allt garðinn sinn. Og á sumrin þá er vinsælt að hanga í garðinum og við sjáum alla nágranna þeirra. Og á haustin þá skipuleggja þau ánamaðkakapphlaup og búa til laufblaðaskútur og svo sjáum við þau hér að vetri þar sem þau búa til snjókastala og fara í snjóboltafótbolta nema hvað og svo er sena að vori þar sem að þau allt í einu reka augun í dæld í garðinum miðjum. Og þau hafa aldrei tekið eftir þessari dæld, hún hefur alltaf verið þarna, en þau trúa eiginlega ekki sínum eigin augum og ákveða að fara að rannsaka þessa dæld og af hverju hún sé þarna og þau spyrja alla í húsinu og nágranna og fólk sem leið hjá og enginn veit neitt þessa dæld. Þannig að þau fara og sækja sér áhöld og verkfæri og byrja að grafa. Og þau grafa í þessa dæld og bera úr henni steina og alls konar drasl og ýmislegt kemur upp úr dúrnum og moldinni, ýmis skordýr sem þau náttúrulega deila þessum garði með og líka alls konar smá hlutir sem þau finna og tengjast svo lítið af því að nú er ég að segja ykkur svona aðal söguþráðin í bókinni en í henni eru líka alls konar minni sögur, en svo var í eldgosi líka þá eru svona litlar sögur alls fólksins í húsinu sem þræðist inn í þetta. Þannig að hugmyndin er að maður geti lesið bókina aftur og alltaf fundið nýja hluti til þess að skoða. En þau sem bera mikla vonir við að finna þarna Mýrarmúmíu eða norska stafkirkju eða rómverskt baðhús en kemur í ljós að þetta er bara grá og leiðileg steypuhola nema þá kjallarakallinn hér til þeirra, mér sýnist þetta vera steyptur tjarnarbotn. Steyptur tjarnarbotn. Því í gamla daga var þarna nefnilega tjörn og þau auðvitað gera það sem maður gerir þegar maður finnur steypt á tjarnarbotn, þau fylla hann af vatni og eignast þarna dásamlega litla tjörn í garðinum og svo hugsaði þessi gott í glóðurinnar að njóta þessar tjarnar nema að þá fylgist af svo mikið af óboðnum gestum. Það eru skordýr og kettir sem ætla að drekka og það koma fuglar og svo líka fólk og nágrannar og allir úr hverfinu sem ætla í lautarferð og fótabað og veiða og hvað. Og þá kemur svolítið fát á þau bæði en kannski aðalsöguhetjan Anna Fífu og hún svona fer að
tekur sér til og semur reglur. Og reglurnar eru mjög strangar og það eru bara bannaðir kettir, bannað, þið finnið þær ATH nýjar tjarnarreglur, bannað að henda steinum, bannað að henda rusli, engir fuglar, engir kettir, engin skordýr, bannað að vera með læti, engar lautarferðir, bannað að kúka á lóðinni, takk. Og svo vex henni þetta tjarnarstjóra hlutverk svo litið ósmegin og hún eiginlega endar á því að reka hann spóa í burtu því þessi tjörn er ekki nógu stór fyrir þau bæði og hún endar þannig alein og finnst það svolítið einmannalegt og kannski svolítið mikil ábyrgð en tekur þetta hlutverk sitt mjög alvarlega og þá kemur þetta fugl fljúandi og hún rekur hann burtu með harðri hendi og segir hefur ekki lestu reglurnar, þetta er mín tjörn og svona eins og allir vita, svona stjórn endar auðvitað með falli. Og það er stóra dramað í þessari bók sem auðvitað endar samt vel. Þetta var tjörnin sem hafa hundavaði og svo langar mig aðeins að segja ykkur frá Álfum líka sem kom út í fyrra hjá Angústúru og er 3. bókin í seríu okkar Hjörleifs Hjartarsonar, Hunds í óskilum. Við gerðum bók fugla og svo gerðum við bók hesta og svo fannst okkur rökrétt að 3. bókin í þeirri seríu er álfa. Og ég ætla að lesa aðeins ég bara að lesa aðeins því að þetta er góður texti aftan á bókinni. Hefur nágranni þinn efnast skyndilega með óútskýrðum hætti. Lætur barnið þitt allt í einu eins og bestía. Er heimilið í rúst eftir jólin, eru tækin alltaf að bila, eru fæðingablettir í formi galdrarúna í ættinni. Áttu kannski ósýnilegan vin. Íslenskir álfar eru einstakir meðal álfaþjóða og eiga í djúpu og dularfullu sambandi við Íslendinga í raunheimum. Hér er nýju ljósi varpað á íslenska álfinn og átakasama sambúð huldufólks og mannfólks frá upphafi byggðar í landinu. Við sögu koma undirheimaviðskipti, blóðug jólabóð, róttækar aðgerðir í umhverfismálum, rómantískar og forbáðunar ástir í handanheimum og æsilegar hetjudáðir sauðamanna og mjaltakvenna. Og þetta eru svona endursagnir á þessum álfasögum sem við eigum og við hér vinnum mjög náið saman þegar við gerum þessar bækur en auðvitað sér hann að vestu rit og mál og ég hef myndheiminn og þessi bók var svona alveg sérstaka áskorun með sér af því að það þarf að teikna álfa og ég hef sjálf ekki séð álfa en ég ákvað mjög snemma í þessu ferli að það skildi ekki vera neinir sýnilegir álfar í þessari bók. Og stóð við það nema hún er þó prentuð með svona, það er fullt af myndum en það sjást engir álfar nema þeir eru þarna í svona huldubleki. Þannig að ef maður er svona kannski skyggn eða örlítið næmur þá getur maður svona hallað bókinni og þá sér maður álfana á hverri síðu. Sem maður náttúrulega líka var mjög spennandi að vinna með því þá er ég að vinna, það eru svona 3 lög eiginlega, það er textinn og það eru myndirnar sem sjást og svo er einhver baksaga sem að útskýrir svona eiginlega bara eins og álfarnir eru. Það er til dæmis hér uppáhalds af umskiptingi og þá sést hér umskiptingurinn en ef maður hallar henni rétt sem þið sjáu örugglega ekki þá sjáum við að því vex skegg. Mér langar aðeins til þess að grípa niður í eina sögu hér sem myndi í gæra er eiginlega uppáhalds opnan mín í þessari bók. Þetta er nefnilega þetta er brot við erum með 3 svona brot úr mjög merkri heimild Aldalafréttum sem er dagblað sem kom út lengi vel. Þetta hér er frá 14. ágúst 1765. Við fundum þetta í skjalasafni Ímyndunaraflsins og þessi hér frétt hefur fyrirsögnina hestamaður stunginn með skærum, sveitungar óttast, álfamegafaraldur, reiðvegi björgin lokað aðstandendur í sjokki. Sá hörmulegi atburður átti sér stað undir björgum síðastliðinn laugardag að ungur tamningamaður Ólafur Liljurós var stunginn með skærum af álfkonu og lést hann nokkrum klukkustundum síðar af sárum sínum. Ólafur Liljurós var við tamningar seinnipart laugardags og reið sem leið liggur undir björg þau sem bærinn dregur nafn sitt af. Veður var gott til útreiða.
Líðan lagði byrjun undan björgunum fram og einhver óútskýranleg dulúð í loftinu. Að sögn Ólafs á dánarbeði á heimili móður sinna reið hann undir björgunum fram á 4 álfameyjar sem voru eitthvað þar að sýsla. Þær voru samkvæmisklæddar og virtust á leið á árshátíð. Ólafur, sem var ungur og ókvæntur, sagðist aldrei hafa neitt á móti léttu spjalli við álfameyjar. Þetta voru hressa stelpur en ég hafði ekkert annað í hugan að spjalla við þær, sagði hann. Hann stöðvaði því klárun en fór þó ekkert baki. Þær hófu strax máls á því að fá hann með sér inn í björgin. Það leist Ólafi ekki á, sagðist hann hafa skyldum að gegna heima fyrir þar sem hann stæði fyrir búi ásamt móður sinni og systur og aldrei að vita hvernig svona djam fram eftir nóttu kynna enda. Hann gerði álfameyjunum grein fyrir þessu og jafnframt því að hann væri kristinnar trúar og það sem þær hefðu í huga samræmdist ekki trúarskoðun hans. Ein álfamærin var sérlega áslitin að sögn Ólafs. Hún hvíslaði að ég mætti allavega ekki fara án þess að kyssa sig og ég var satt að segja á báðum áttum. Maður hefur auðvitað heyrt sögur en þetta virtist nú bara vera svona eins og hvert annað saklaus staður, svo ég lét slag standa. Ég laut fram í hnakknum til að kissa hana en þá fann ég hana nístandi sársauka undir bringspjólunum og blóðið byrjaði bara að fossa. Talið er að álfamærin hafi fallið skæri innaklega og nýtt sér stöðu Ólafs í hnakknum til að halda honum á meðan hún keyrði þau á öllu afli í síðan svo að oddurinn nísti hjartað. Ólafur kvaðst hafa æft upp af sársauka og hvatt hestinn sem ákafast svo hann bæði hneggjaði og prjónaði, en tók svo sprettinn alla leið heim að bæjardyrum undir björgum. Þegar móðir Ólafs og systir komu út var hann bara fölur og fár svo af honum dreigð vegna blóðmissis að þær urðu að bera hann inn í rúm þar sem þær bjuggu sál hans. Ei liðu nema stundir 3 áður en Ólafur gaf upp öndina. Hann öllum mikill harmdauði í sveitinni en álfamærin hefur ekki enn fundist. Eru litlar líkur taldar á að hún muni sæta refsingu. Og hér þessari frétt fylgir síðasta sjálfa fórnarlambsins. Takk. Kærar þakkir án. Það eru óþrjótandi skjalasöfn ímyndunarafsins. En nú víkur svona sögunni kannski þá aðeins yfir svona í bækur almennsefnis og ég ætla að byrja á því að játa á mig að mér hefur yfirsýst alveg síðast hrapalega einn höfundur síðustu ár sem er núna komið með 3. bindi af Pabbabröndur og hann er ókrýndur konungur Pabbabröndanna og vera fæddur og uppalinn á Djúpavegi og gekk í ME og heitir Þorkell Guðmundsson og þannig að hann fer nú að eiga tilkall til Vestarferðar bara og hann á 3. bindi. En síðan er það að þetta á þess ári þá gefur Bókstafur út ljósmyndabókin á slóðum íslenskra hreindýra í minningu Skarphéðins Þórissonar sem hann lést af slysförum á síðasta ári. Og Sigurjón Bjarnason, framkvæmdastjóri og forleggjari Bókstafs er hér mættur og ætlar að segja okkur svona aðeins frá þeirri bók. Sigurjón, gjörðu svo vel. Ágæta samkoma. Já, eins og þið vitið þá mistum við mætan mann í fyrra í flugslysi og einhvern tímann snemma á þessu ári þá kom ekkjan Ragnhildur Rós Indriðadóttir að mála við mig og vildi fá mig til þess að klára einlega vinnu sem að Skarphéðinn var byrjaður á fyrir andláti. En hann hafði lagt drög að útgáfu ljósmyndabókar en eins og þið vitið þá er liggur eftir hann mikill arfur af myndum, bæði hreindýramyndum og almennum landslagsmyndum og við Skarphéðinn störfuðum mikið saman í útgáfumálum. Hann var með okkur í ritnefnd og stjórn Glettings og lagði það til mikið og gott efni. Ég var nú ekkert sérstaklega tilbúinn að taka þetta að mér en Ragnhildur Rós var nú svolítið frek eins og ættin á til.
skógagerðishættin og ég lét undan og það er nú ekki þannig að þetta hefur nú hvílt þungt á mér, heldur þessi afurð fyrst og fremst Skarphéðins sjálfs og síðan var Ragnhildur náttúrulega mikill drifkraftur í að koma þessu áfram og með okkur störfuðu í þessu önnur Ragnhildur Ásvaldsdóttir sem að myndstýrði bókinni og síðan höfðum við annan ágætan ritstjóra, textaritstjóra sem að heitir Unnur Birna Karlsdóttir og þetta sem sagt bók sem er eingöngu hreindýramyndir og höfundurinn Sálugi, hann lagði upp með það að þetta skyldi vera árstíðabundið og það er byrjað á vorinu, það er sumar, það er haust og það er vetur og það er texti fyrir hverja ártíð fyrir sig. Þetta er ákaflega vandað verk, þetta er prentað hjá Héraðsprenti og hefur selst ágætlega, við erum raunverulega á þrotum með upplagið en ef einhverjir hafa hug á að eignast bókina þá er ég með lista sem ég get skrifað niður á. Fyrsta upplagið er raunverulega búið en ég er búinn að panta annað og það er von til þess að það komi viðbótar eintök fyrir jól. Þið kannist náttúrulega við myndirnar hans Skarphéðins sko, þær eru náttúrulega hver fyrir sig, þetta er listaverk út af fyrir sig, það er mikil náttúra í þeim líka. Það er svona, það er eitt sem mér finnst alveg afleitt við þessu bók, það er nafnið á henni. Ég náttúrulega vil selja sem mest að þessu og að auglýsa bók sem heitir Á slóðum íslenskra hreindýra er alveg hræðilegt mál. Fyrst þegar ég heyrði efnissinni aldrei þá vildi ég láta þetta að heita Ár í lífi hreindýrs. Nei, það gekk ekki. Ritstjórarnir vildu það alls ekki. En ég sit upp með þetta, hreindýralíf hefði verið alveg ágætt sko, er það betra, en svona gengur þetta. En við langar bara til þess að láta þessa bók ganga hérna á meðalvor. Ég er ekki farinn og þið getið kíkt í hana og meðan þið hlustið á næsta ræðumann og ef ykkur hefur áhugað fyrir eignast hana þá er eina leiðin til þess að skrifa nafn sitt á þennan lista og þið getið bara haft samband við mig áður en ég fer. Við hittumst væntanlega hérna í kaffinu og ekki. Takk. Takk fyrir það Sigurjón. Það er fengur að því að vera búin að fá þessar listilega teknu myndir af Skarphéðins á brent og náttúrulega austfisk bók, fyrst honum prentum að segja hérna og ég hef grun hún hafi þurft að bregða sér aðeins suður yfir heiðar fyrir bókbandið. En þá erum við eiginlega komið svona bara í rjómann, það er að segja í ljóðin og það er nú segin saga í sambandi við rithöfundalestina að það er nú alltaf bara 1, 2, 3 ljóðabækur sem að dúkka upp svona eftir að lestarferðið er lokið og á örugglega eftir að gerast á þessu ári líka því að ljóðskáld það fer oft lítið fyrir þeim og svo bara allt í einu komið bók eitthvað staðar og maður fréttir að því á samfélagsmiðlum eða á nágrannum og það er einlega og þannig að það mun örugglega eitthvað koma upp úr kafinu á þessum vikum sem eru enn fram á jólum af slíkum bókum. En það er nú líka svo að lestarstjórinn, hann getur líka verið utan við sig ef ég kalla sjálfur mig lestarstjóra í þessu skipulagshlutverki. Þannig að ég áttaði mig líka á því að ég var nú búinn að muna eftir þessari bók en hún hefði nú eiginlega átt að vera svona til kynningar á Vopnafirði. Og það er sem sagt limrusafn nokkur sem að koma út á árinu og er limrusafn og limrumeistaranum Þorsteini Valdimarsinni sem var auðvitað fæddur í Vopnafirði og dvaldi löngdólum hér á Hallormsstað líka og var einn helsti frumkvöðull í limrusmíði á Íslandi og það kom á þessu ári út bók sem að heitir Limrur á servíettum og það nefnilega í fórum fjölskyldunar þá leyndust þessar fínu fallegu
skrifuðu limrur á servéttur og hann var með fallega rithönd, hann Þorsteinn og þetta sem sagt, þetta var bók sem var gefin út á árinu og er fáanleg eftir því sem ég best veit. En í henni eru nokkrar rímur og flestar þeirra eru meira að segja hafa ekki birst annars staðar. Og ég ætla að leyfa ykkur að heyra hérna eina. Það er alltaf tími fyrir góða limru. Og þessi heitir Óleifur eltiskinn. Ósk mín er held ég við hæfi, hamingjan vildi ég gæfi. Að þú eltist sem hægast, yrðir hirtur sem vægast og lifðir alla þín ævi. Þannig að það eru limrur á servéttum og komum svona því að við erum komin í ljóðin og kvæðin að þá hérna þegar að Rán fór að tala umskiptingin áðan þá rifjaðist það upp fyrir mér að nákvæmlega hérna í þessu horni þegar við vorum með sýningu hér sem að var tileinkuð álfum einmitt og við vorum ekki með allt og mikið af myndum af álfum en við vildum líka sýna umskipting og það var hérna brugð á lausnin í því, fannst í því að það var við fundum fallega barnamynd sem var prentuð stórt og svo fengum við svona rimlagardínu hún var hengt hérna á vegginn og á aðra hliðina á rimlagardínunum voru skárin út þessa fallegu mynd af börnunum og svo þegar maður togaði og skipti yfir á hina hliðina á rimlagardínunum þá breyttist myndin og í staðinn fyrir fallega barnsandlitið þá kom að mynda Hákoni Aðalsteinsinni. Og hérna, þannig að það er skemmtilegt. En einn af þeim höfundum sem við erum búin að fara hér í lestinni þetta árið, hann fékk nú svona aðeins að koma við sögu fyrir 1-2 árum. Það er hann Jón Knútur Ásmundsson sem er Norðfirðingur og menntaður í félagsfræði og fjölmiðlafræði en hann hefur svo unnið sem blaðamaður og útvarpsmaður og svo upplýsingafulltrúi núna hjá Austurbrú. En hann gaf út smásagnasafn sem er mjög vinsælt allavega í Neskaupstað og algjörlega ófáanlegt og heitir Nesk. Það kom út 2007 held ég og orðið að fágæti sú bók hef ég eftir vísu fólki. En svo var það fyrir 2 árum að þá kom út önnur bók sem var ljóðabókin Stím sem vakti bara verðskulda athygli allavega í Austalands og síðan er hérna rís nú ferill Knuts hægt og bítandi þannig að í ársbyrjun að þá fékk hann nú viðurkenningu fyrir 2 ljóð í samkeppninum ljóðstaf Jóns og Vör og það náttúrulega þýddi þá ekki fyrir að annan heldur hann að skella í aðra bók núna með haustinu þannig að nú er hann komin hér með og búinn að fara með ljóðabók sem heitir Slög og ég ætla að biðja hann að segja okkur aðeins frá henni og leyfa okkur að heyra. Gjör svo vel! Já, bókin Nesk, ég frétti af eintaki í Góða hirðinum. Þannig að það er hægt að fá allavega eina bók þar. Á góðu verði. Já, takk kærlega Skúli fyrir að bjóða mér að vera með. Þetta er bara mikill heiður og alls ekki sjálfsagt. Og takk Brynja og takk Rán og takk Hrafnjall fyrir samfélgina. Við erum búin að vera saman í bíl 4 daga. 4 introvertar í einum landkrúser. Og það er bara gengið vel. Gengið eins og í góðri sögu. Það er ekki sjálfsagt heldur. Við erum búin að spjalla ýmislegt. Við höfum stundum verið svona að fantasera það hvernig það hefði verið að vera með einn trumpista á milli okkar. Hvernig hefði mórallinn verið þá á 4. degi. En já, ég er búinn að vera að segja frá því í lestinni að þegar ég var 15 ára gamall
og var nemandi í Nesskóla, þá var ég búinn að ákveða að ég ætlaði að gerast tónlistarmaður. Eða svo ég segi bara eins og ég ætlaði að verða rokkstjarna. Og ég sagði þetta við námsráðgjafann, 10. bekk. Helga, ég ætla að verða rokkstjarna þegar ég verð stór. Og Helga, námsráðgjafi, hún opnaði skúffuna, efstu skúffuna, skrifborðinu, teygði sig inn í hana, náði í blað og sagði nei. Ég er búinn að fara yfir áhugasvið og ég leið yfir þessum gögnum og mér sýnist á öllu að þú eigir að verða íslenskukennari. Þetta voru fyrstu vonbrigðin. Og málið var að ég þoldi ekki íslensku í grunnskóla og ég þoldi einna síst kaflann í kennslubókinu íslenska ljóðlist. Og verst fannst mér málsgreinin Gyrði Elíasson og nútíma ljóðlist sem var svona svefnlyf fyrir mig. Og núna 35 árum síðar ég að fara að lesa fyrir ykkur nútíma ljóð sem ég hefði ekki ort nema því að ég hef legið yfir Gyrði og eins og önnur íslensk nútíma ljóðskáld. En svo ég geti orðið rokkstjarna þá var ég að læra á hljóðfæri og ég gat ekki sungið þannig að ég valdi mér trommur. Og ég frétti á Norðfirði að það væri trommusett inn í sveit í bæ sem heitir Skálateigur. Og stóð þar inn í hlöðu við hlið óuppgerðrar Lötu Sport. Og það var illa farið, húðirnar slitnar og cymbalarnir eða málmkjöllin voru gauðrifin og eigandinn sem var handlaginn strákur í sveitinni sagði við mig að ég fengi settið á 1000 kall. Með því skilyrði að hann fengi að taka sitt síðasta trommusóló. Og ég sagði náttúrulega sjálfsögðu að þetta mátti taka sitt síðasta trommusóló. Þó hann væri 1000 kall. Það var ekki mikið árið 1989, ekki frekar en núna. Og hann var klæddur í svona bláan vinnugalla, svona samfesting, djúpum vössum. Og hann teygði sig í vasann og tók upp skiptilyklapar sem hann notaði sem trommukjöða og tók sitt síðasta sóló. En ég fór með trommusettið í beitiskúr. Dimman, blautan, þröngan, kaldan og illa lyktandi beitiskúr. Og við vorum 4 galdramenn, 15 ára gamlir, sem vorum með svona slöngulokka í hárinu, þykkan eyeliner, vorum í grænum spandexbuxum, í svörtum Nokia stígvélum og ljóðið sem ég ætla að lesa fjallar svona umbreytingarmáttinn í tónlist fyrir þessa tegund af unglingum út á landi. Og kveikjan eru brestirnir í veggjum beitiskúrsins. Þessa blauta, dimma, þrönga, kalda og illa lyktandi beitiskúrs. Þegar við töldum í litríkt og víðáttum mikið gleysrokk. Þöndum út veggina og þöndum út tilveruna. Og þetta ljóð kallast Búmtjakk. Ég er búinn að vera að æfa mig svona aðeins hvernig ég eigi að lesa þetta og ég ætla aðeins að kanna hvort það sé góð bassi hérna. Já. Fölbleikur vökvi undan ryðguðum stampi, beituskurðarhnífur magaður hreistri þúsunda dauðra sílda, dökkrautt storknað blóð, eins og hellaristur á beinhvítum vegg,
Úr loftinu hanga netatrossur, nýtjargaðar línur á stokkum, drekar, belgir og ýmislegt fleira sem hún kannt ekki lengur að nefna réttum nöfnum. Upprétt baujustöng með áföstum mikrofóni á miðju gólfi eins og pinnstífur túlípani, á moldarhaug inn í endanum sjálfur fjársjóðurinn gullita trommusett. Þú ert vel tjúnað færiband. Þú andar léttar, liðast í sundur og líður eins og gufa út munnan. Lóð beint yfir fjörðinn á tvöföldum ljóshraða upp og hærra yfir þokuna og fjallið. Tunglið, látumstjört sneriltróma þú tekur þér stöðu með hinum stjörnum. Takk fyrir. Kæra þakki Jónbjörgur. Það gerist ýmislegt í Beitarskólanum. En það náttúrulega líka árvist hér á Austurlandi að það komi út bækur hjá félagi ljóðunenda á Austurlandi. Því að það sá félagskapur búinn að vera til í góða 2 áratugi og senda frá sér 1 til 2, jafnvel 3 verk á ári. Held ég að hann komist upp í þegar mest hefur verið. En það Magnús Stefánsson sem ætlar að segja okkur aðeins frá því og síðan hefur grunum að Stefán Bragason muni ég líka leyfa okkur að heyra eitthvað úr ljóðabók annari sem kom út hjá félaginu í ár. En Magnús, máttu bjóða þér að kynna þetta? Viltu fá Stefán fyrst? Stefán byrjar. Já, þá byrjum við á því en það að heyra aðeins því að það sem sagt komin út núna önnur bókin af svona safni kveðskapar eftir Braga Björnsson frá Surtstöðum og Stefán sonur hans ætlar að leyfa okkur aðeins að heyra það. Svo veist það. Já, komið þið sæl. Bókin og höfundur hennar sem ég ætla lítillega að kynna hér fyrir ykkur semst ljóðabókin Blákápa og eftir föður Braga Björnsson frá Surtstöðum. Þetta 3. ljóðabók höfundar sem gefin út en áður hafði komið út bókin Agnir sem innihélt einvörðungu lausavísu Braga. Þessar bækur hafa ekki verið fyrirferðarmiklar á bókamarkaðnum og hefur þeim til dæmis ekki brugðið fyrir kylfinu hjá Agli Helgasinni. Líkt og á við að ég held flestar af þeim rúmlega 40 bókum sem að félag ljóðaðinenda á Austurlandi hefur gefið út síðust áratugi. Þar tel ég þó að Magnús Stefánsson og hans fólk hafi unnið frábært starf að draga fram ljóð austfirskra alþýðuskálda upp úr skúffum og gladkistum og koma þeim fyrir sjónir almennings. Trúlegt þykir mér að ella hefðu flest þessi ljóð horfið sporlaust á vit eilíðarinnar og hafi Magnús kæra þökk fyrir hans dugnað og elju. En hver var höfundur Blákápu? Tæplega þarf að kynna hann með mörgum orðum fyrir héraðsmönnum sem náð hafa eftirlaunaaldri eða sjá þá það allur skeið í hyllingum. Hér eru hins vegar gestir, lengra aðkomnir og fólk sem ekki staðkunnugt eins og Jón Gnarr fjallaði eitt sem svo eftirminnilega í áramótaskaupi. Mér því ljúft og skylt að segja örlítið frá honum. Hann hét fullu nafni Guðsteinn Bragi Björnsson og var fæddur á Surtstöðum í Jökulsárhlíð 28. nóvember 1929, yngstur 6 systkina. Þar dvaldi hann að mestu fyrstu 50 ára ævinnar af frátöldum þeim árum eða vetrum sem hann stundaði námi í Alþýðuskólanum á Eiðum eða vann utan heimilis. Á Surtstöðum stundaði hann sauðfjárbúskap meðan heilsan leyfði en flutti svo árið 1981 í Fellabæ og síðan í Egilsstaði. Bragi var mikið náttúrubarn eins og framkemur í mörgum ljóðum hans og saknaði alltaf sveitarinnar eftir að hann flutti á Mölina. Hann ólst upp á ljóðelsku heimili og held ég að báðir foreldrar hans hafi getað sett saman vísur og kvæði
þó litlar borðliggjandi sannanir hafi ég fyrir því. Eins liggur þessi ljóðahefð nokkuð í ættum hans og á þar nefna að þeir voru til dæmis systkinasynir og hann og Þorsteinn Valdimarsson sem var með limrubókina hérna og var skáld og auk þess voru þeir góði pennavinir, frændurnir. Bragi var alltaf forfallin laus af vísnasafnari og skrifaði hjá sér í glósubækur flestar þær vísur sem honum þótti eitthvað í varið og voru prenthæfar. Einnig fór hann snemma að yrkja tækifærisvísur og á seinni árum hélt hann þeim saman og hreinskrifaði í stílabækur sínar. Ég varð hins vegar minna var við ljóðagerð hans á mínum uppvaxtarárum en vissi þó að hann fékkst eitthvað við slíkt. Mér kom því óvart eftir lát hans árið 2011 hvað margar stílabækur voru með frumortum ljóðum leyndust í skrifborðsskúffunum. Hann hafði sem betur fer hreinskrifa þau flest í umræddar stílabækur sem hann gaf gjarnan nöfn eftir litum og áferð kápanna. Nafnið Blákápa, eins og þessi bók fékk, einmitt fenginn frá einni af eldri stílabókum hans sem var í góðum félagsskap þeirra gulkápu, grænkápu, glanskápu, blikku og rauðku, svo nokkrar séu nefndar. Á mynd innan í bókakápunni, sem nota bene hönnuð af barnabarni hans og nafna, má sjá hérna sitt hvoru megin. Bregður aðeins fyrir þessum stallsystum sem komu upp úr skrifborðsskúfunum. Bragi hafði gaman að því að breyta sig á ýmsum stílum og formum í ljóðagerð, en hélt sig þó að mestu við stuðla og höfuðstafi og rím. Þar á leiðandi eru kvæði hans nokkuð fjölbreytt, bæði að gerð og efnisvali, og náttúran njóti þar vafans eins og talaði nú í dag. Hann var sem sagt orti mikið allt sem við kom náttúru landsins. Við völdum eitt ljóð eftir hann til að birta aftan á kápu bókarinnar og það skrifað þar með hans eigin hendi, það sem sagt hér baksíðunni. Það segir í raun, þó stutt sé meira ljóðaþrá hans heldur en löng ræða frá mér. Og þetta kvæði svona stutt og laggott. Þegar í æsku var ég vísna barn. Vandist þeim ungur, sumar þeirra lærði, þó ég væri stundum gleðigjarn, glöggt var að streng í hjarta mínu barði, vísa og ljóð og veittu nýja sýn. Viðkvæman huga, bæti efnum nærði, skemmtileg voru skólaljóðin mín. Og ég ætla aðeins að gefa ykkur smá sýnishorn úr bókinni og Magnús kannski bætir svo við. Svona til að leyfa ykkur að heyra hvernig hann Bragi orti. Ég ætla að byrja á kvæði sem heitir Síðasta ferð dagsins og svona gömul minning úr sveitinni. Þar sem hann að rifja upp æsku minningu. Og kvæðið svona: Hugur slóða minninga, horfnum dögum frá, heipandsveginn rekur. Pabbi reiðir hnokkan sinn, hnakknefinu á, heim kvölda tekur. Liðið á ágúst og sól að fjöllum sest, með 6-falt bagga gengi. Pabbi teymir heimleiðis, á hægagangi lest, heipandsveg af engi. Hún sniglast upp úr dalnum, sniðgötun á skakk, snáða í fangi pappa, kyrðin svæfir, brak í höld og sila, við klifbera og klakk, kvöldljóðið sem vitundina slæfir. Áfram þokast lestin yfir keldur, mel og mó, mild golan sem vangast ríkur, lestar gangsins taktur, mér vaggar vært í ró, á vegferð við hlöðustafnin líkur. Af öllum þráðir hvíld eftir annansaman dag,
og yndislegt í baðstofunni heima að geta látið svæfa sig í ljúfa ruggulag frá lestinni sem pabbi var að teyma. Enn í fersku minni yndi þessa dags og annars slíks mun vonlaust reynast biðin, því horfinn á götu ómur heybans lestar lags og löngu þrotinn hnakknefs setu griðin. Þetta sem sagt svona gömul minning, en hann, svo sem eins og ég sagði oft eitt og annað og bæði svona minningar og náttúrulega stemningar og svo bara það sem var kannski fréttum eða eitthvað sem hún fannst áhugavert. Eitt svona náttúrutengt, hann orti mikið haustinn man ég. Það var svona svolítið kvíðvænlegt í hans huga oft á tíðum. Og hérna eitt lítið sem heitir 18. september 1990. Í dag gerist haustið handgengið vetri og hríðarstakk gráum bjóst, ritaði harmljóð sitt hvítu letri á heiðina og fjallsins brjóst. Svo öll við fundum eins og í herðum ónota kulda gjóst. Þar með kom haustið þennan dag. Nú annað, það vildi svo vel til að það var sem með blaðsíðu og því þægilegt að taka það. Það er svolítið annarar gerðar og svona og heitir Spóinn á vakt. Mikil lifandi skelfing spaugilegt nefið á spóanum. Spekingslegur hann stendur og þúfu í flóanum, þögull, hann hefur góðar gætur á kjóanum og grænu eggjunum sínum í hreiðrinu í móanum. Eitt viðbúta Magnús og máttu gera þig kláran. Svona já, þetta er svona kannski aðeins í léttari kantinum hjá honum. Kvæði sem heitir Vangá, stutt og laggott. Vangáin valdið getur villu á ýmsan hátt. Ég sá þetta sjaldan betur en seinni partinn í vetur, vita það víst þú mátt. Að morgni var rysju rytja, rétt við húsins stafn, í birtu til naumra nytja, sem negldan við kúlu leit sitja í símastur svartan hrafn. Skotglaðra seyti síður. Ég sótti riffilinn, fíraði og fuglinn valt niður. Fyrir sér konan þá biður, hún kendi þar köttinn sinn. Svona er vangáin, vinur minn. Takk fyrir þetta, Stefán. Og Magnús, þá er þú hér í rauninni að ljúka dagskráni svona með því að segja okkur aðeins meira af útgáfunni hjá Félagi ljóðunenda og bókinni sem kom svona út í henni föstu ritröð. En Félag ljóðunenda mér finnst líka það til hróss og segja til hróss að það er ekki eingöngu að það sé verið að draga svona úr gladkistunni, heldur hefur nú félagið verið líka að gefa út bækur eftir ungskáld. En Magnús, gjör svo vel. Komið sæl. Stefán sagði ég myndi bæta við eftir Braga en kannski bara eitt ljóð. Já. Kannski fer með eitt ljóð eftir Braga. Síðan kemur inn bókin. En yrkisefnin voru margvísleg hjá Braga. Þannig heyrðum við bæði fugl. Hann orti yfir marga fugla. Til dæmis í þessari bók 2 ljóð Maríuörluna
og hann orti líka spóan og stelkin, sandlónu og þarna erum við hrafnin líka. En hann orti stundum liðin skáld, oft við lát, og ég ætla að lesa eitt ljóð sem hann orti við lát Jóns Helgasonar, prófessors. Og það sem gerir þetta ljóð sérstakt, að hann fer svo skemmtilega með vísanir í orð Jóns sjálfs. Nú fest hefur ævinnar efsta blund, Íslendingur á danskri grund. Rauðskil, Okið og Árnasafn upphefjast fyrir hans góða nafn. Áfangar lífsins og allt hvað vann, einn lofa sama meistarann. Tárbjört hreinskilni og tunga hög, túlkuðu orðum hans hjartaslög. Í bókanna heimi við handrit snjáð hefur sá örlaga rakið þráð. Þar stórmenni að ævinnar endri vist hafa Íslendingar og Danir mist. Heiðríkju blika handan óks, hvíslar þeirinn í skúfum bróks, úr landsuðri kveðju þá lúið hold, landsins og feðra blandast mold. Ég ætla að láta þetta nægja, en eins og kom fram hjá Stefáni þá hefur félagið núna gefið út 3 bækur eftir Braga. Það væri hægt að gefa út margar í viðbót. Til dæmis held ég að séu 3000 lausavísur óbirtar eftir Braga. Það myndi nægja margar bækur. En ég ætla að segja aðeins frá þessari bók hérna. Hún heitir Fáir lifa ástar án. Og þetta sótt bara í eina lausavísu eftir höfundinn. En höfundurinn hét Antoníus Sigurðsson. Hann var fæddur 1875, dó 1944. Hann fæddist og ólst upp á Berufjarðarströnd en bjó á Djúpavogi lengst af ævi sinnar. Þessi bók í flokk sem félagið gefur út. Flokkurinn nefnist Austfirsk ljóðskáld. Fyrsta bókin í flokknum kom út árið 2001 og það hefur síðan komið 1 bók út í flokknum á ári. Þannig að þessi Austfirsk ljóðskáld 24 og það búið ákveða hver verður 2005. bókin sem kemur út á næsta ári. En Antoníus þessi, það hefur aldrei komið út bók með ljóðum hans fyrir en þessi. Nokkrar vísur og örfá ljóð hafa birst annar staðar. Hann var þekktastur fyrir einn skemmtilegan brag, listilega velgerðan, sem hefur gengið undir nafninu Landabragurinn, heitir Hugleiðingar lesturinn og hann var ortur í Löndum við Stöðvarfjörð. En Antoníus, eftir að hann var fullorðinn maður, þá var hann oft kaupamaður hjá bændum. Eftir að hann flutti með konu sinni á Djúpavog, þá vann hann þar verkamannastörf en var í kaupavinnu oft á sumrin. Til dæmis 6 sumur í Löndum á Stöðvarfirði. Já, hann var sem sagt fæddur upp Berufjarðarströnd og hann ólst ekki upp hjá foreldrum sínum, hann ólst upp í Keldurskóga hjá Kristínu Bessadóttur og Sigurði Ásmundssyni, en foreldrar hans hétu Halldóra Gísladóttir og Sigurður Sigurðarson.
Hann sem fæddist í Keldurskógum og ólst upp þar. Ég ætla að lesa nokkur ljóð. Hann skildi eftir sig geysilega stórt og mikið handrit, ljóðahandrit. Það var uppskrifað 277 blaðsíður handriti sem ég fékk í hendur. Og við Kristján Ingimarsson á Djúpavogi, við bjuggum bókina til prentunar og völdum úr bókin 135 síður. Þetta helmingurinn af ljóðunum. En meiri hluti þess sem við skildum eftir eru minningarljóð. Það var leitað mikið til hans og hann fengið til að yrkja bæði afmælis- og brúðkaups- og minningarljóð. En við erum aðeins með sýnishorn af slíkum kveðskap hérna í bókinni. Hann yfirleitt ekki stórorður, en fyrstu 2 vísurnar sem ég ætla að lesa eru dálítið öðruvísi heldur en vísurnar hans almennt. Þetta er á Langanesi. Á Langanesi lítið skjól, líf úr flestu kremur, þar sem aldrei sér í sól og sumar ekkert kemur. Svífur vindur sunnan að, sólin hylst í leyni, rignir enn í örgum stað eldi og brennisteini. En þetta er ekki líkt kveðskapnum hans. Ég ætla að lesa stutt ljóð sem einmitt Keldurskóga og Berufjarðarströndina. Flyttu kveðju mína. Suður fyrir fjöllin há, ferð þú hvetur þína, Keldurskógum kæra þá kveðju berfu mína. Heilsaðu frá mér hverjum blett, hlíðum, brekkum, steinum, þar sem áður lék ég létt, laus frá öllum meinum. Ég gengum æskustig, engin mæða þvingar, en næstum finnst mér nísta mig næmar tilfinningar. Að óska þess, ég svo gjarn í þeim fögrum móum, aftur vera orðin barn og í Keldurskógum. Til hvers að tala það, tíminn sá liðinn, tekin eru í öðrum stað, örlagana miðin. Kona hans dó árið 1922, hún var ekki gömul. Og hann yrkir hérna til hennar á fyrstu jólunum eftir að hann dó. Jólakveðja til Þórunnar 1922. Ég kyssi þig í anda, því komin eru jól, og kveðjan sú hlýrri en nokkur önnur sól. Ég vaki einn og uni við unaðsgeisla þá, allt of seint mér lærðist að meta, rétt og sjá. Það birtir máski bráðum, en brosi lifir þitt, í brjósti mínu lengur og yljar bólið mitt. Engum það ég segi, því enginn skilur mig, hve innra sárt mér fellur það að missa þig. Og enginn getur skilið hvað skjólið mitt var tryggt, ég skil það betur sjálfur, á föstum grunni byggt. Þar átti ég það inni sem ekki verður gleymt, en allt til síðustu stundar í hjarta mínu geymt. Vorið 1935. Lindir flæða fram að sjá, fjör í æðar borið, silfur þræði syngur á sigur hæðum vorið. Allur vandi undan snýr, öll til handa gæði, því andinn undur hlýr, yrkir landið kvæði. Og ég ætla að lokum að lesa nokkra lausavísur.
það er úrval úr lausavísum hans, aftast í bókinni. Aldrei hef ég ort til fjár eða í góðu næði, þó á að lifa í 1000 ár þetta litla kvæði. Allir slá með enskum ljá, ítar knáir til að sjá, vopnin gljáir vel beitt á, verða strá að hníga þá. Þó mér stundum leggi lið, ljósið vonar bjarta, getur bak við glaðlindið, grátið þrungið hjarta. Ekki kyn þó andi minn, oft sé myrkurum seldur, hér skín sólin aldrei inn, ekki tunglið hendur. Þarna hefur hann nú verið svartsýnn. Og það lausavísa sem heitir Farfuglinn. Vitja máttu vorsins nú, vegir og áttir kunnar, að reisa smátt en blómlegt bú í barmi náttúrunnar. Og bragarbót. Þá meira þolgæðið þessum gefið konum, eiga mann og una við ónotinn í honum. Já, þessi bók númer 24 í flokknum Austfirsk ljóðskáld. En félagið hefur gefið, það vill svo til að núna hefur félagið gefið út líka 24 bækur utan við flokki. Þetta sem sagt 24. bókina sem við köllum oft aukabækur. Sem sagt bækurnar eru núna 48 sem félagið gefið út síðan 1999. Og ég þakka ykkur bara kærlega fyrir. Herra þakki Magnús. Já, það er mikilsvert framtak sem að félag ljóðanenda hefur staðið fyrir hér síðasta aldarfjórðungi. En nú bara komið að lokum hér hjá okkur á þessari notalegu stund fyrir Stálsstöðun á Skriðuklaustri og ég vona að þeir sem hafa fylgst með þessu í streymi að þeir hafi notið þessa líka og þeir sem hefur eftir að horfa á þetta og grípa niður í þetta á YouTube-rás Skriðuklausturs að þeir munu verða mannsfróðari það sem til útgáfu fyrir þessi jólin af austfirsku eftir austfirska höfunda eða svona tengt Austurlandi á ská og beint. En höfundunum sem eru búin að sitja saman og þreyja saman í landkrúser síðustu 4 dagana, bara þakka ég kærlega fyrir að hafa slegist í för þetta árið og hver veit nema þau birtist eitthvað tíman aftur í. En allavega þá munum bækur þeirra halda áfram að fara hér á milli manna hér fyrir austan og þakka styrktaraðilum okkar náttúrulega kærlega fyrir og ykkur sem voru hér í dag að hlýða kærar þakkir fyrir komuna og sérstaklega líka ykkur sem að komu og sögðu okkur frá öðrum verkum sem að eru í boði fyrir bókunendur austfirska þessi jólin. En kærar þakkir frá okkur og það fyrir þá sem eru hér á staðnum og það örugglega komnar kökur og kruður á borðið niðri hjá Elísabetu. Takk fyrir.